Blessaður Einar. Blessaður Ævar. Og velkomin í skiptistöðar stúdíóið. Fyrir. Herru, nú erum við búin að þekkast helningi. Árið eða 2 eða 30. Allavega, ég er búin að fá svolítið mikið af fólki. Ég er alltaf að segja þetta. Ég er svo blessaður í þessu lífi og eina aðal blessun minni er að ég er búin að fá að kynna svo mörgum sérstökum einstaklingum eins og þér til dæmis og mörgum öðrum. Svona skemmtilegum einstaklingum. Já. Og ég vil kalla okkur 20% því að við fyttum ekki alveg með þessum 80% af mannkyninu. Ekki alveg. Nei, og það er bara skemmtilegt með þér. Ég myndi ekki vilja í dag vera eins og 80%. Það er svona þessi 80% til dæmis það sem ég sé með þau er eitt sem skelfur mig meira en allt. Það er að, tökum sem dæmi, undirmeðvundunin. Þetta er eitt vannmettnasta fyrirbæri sem við vitum Þetta lætur þig anda og allt og við erum ekkert að pæla í þessu hlutum. Og þegar þú ert að keyra bíl sem er beinskiptur, það hættur að taka eftir í að þú ert að skipta gíra mjög snemma á lífsleiðinni. Og þetta er bara þessi rútína sem við komum okkur inn í. Og þegar við erum lítil börn, þá eru ekki menina rútínu, undirmeðvundin er ekki full þróuð og í þetta að vera með svona, lífsendurtekningar. En síðan þegar við erum orðnir 30 kannski, eða jafnvel fyrr, þá erum við komin í vinnu, við erum komin bara í þessa rútínu. Við vinnum, við horfum á Netflix, við hefum þessa máltíðir, við förum tvisvar til útlanda og það er eiginlega bara lífið okkar. Bara hands and repeat. Og síðan erum við 30 og síðan vaknar allt í henni 60, bara hvað gerðist fyrir síðustu 30 árin? Það er ekki við. Nei, við erum ekki þar. Nei. Alls ekki, sko. En 80% af mannkyninu er rosalega þannig og ef maður tala mikið við gamalt fólk, þá segir alltaf það sama, bara hvað gerðist? En þetta er þú ert bara búin að setja lífið þannig að þú ert bara að skipta gíra á þess að taka eftir í og það er svona lífið tíminn svo hratt því að þú ert eiginlega ekki alveg á staðnum. Þú ert svolítið að keyra á undirmeðvunduninni. Það er satt, sko. Það er undarlegt fyrirbæri með. Það er það, sko. En herru, nú hef ég heyrt það að, með pílumót. Það var eitt sem sagði mig það, sem er mjög góður og er hérna úti á riddarunum sem Gummi á. Með grunna Sigga Páls. Ég bara, örugglega, hann er mjög góður en hann sagði bara, ok, ef ég er að fara í mót og ef ég sé Einarar, þá nenni ég ekki að taka þátt. Það er ekki hægt að vinna hann. Það er mjög líklega Siggi, sko, mjög líklega Siggi. Já. Hann er mikill snillíkur. Það er mikill snillíkur. Hann á eftir að horfa á þetta, hann er alltaf að spyrja út í þetta. Hann er að sjáta á til Sigga, maður. Það er Siggi á riddarunum. Er ekki með hérna skeggjaður haldið? Jó, hann er nýbúinn að raka sig þess. Já, þá er það Siggi, sko. Já, ég er svo Siggi Málari, nákvæmlega. Siggi Málari. Já, það er hann sem heldur þessu bar gangandi. Það kemur ekki óvart. Fólk fer hann til að hitta hann. Ég er ekki hissa. Nei, þessi maður er Jesús. Þetta er karakter. Æðislegur. Hann er líka bara svo hlýr og góður og hann nærir alla nema sjálfan sig. Það er svoleiðis. Það er svolítið svoleiðis. Það er bara, mér líður ekki vel, en ég held að sjá til þess að öllum öðrum líður vel. Akkurat, já. Það er bara að reynda að hugsa því. En hvað ertu búin að vinna mörg mót? Ertu búin að fara erlendis? Hvað er með eitthvað? Búin að vinna yfir 110 mót. 110 mót? Íslandsmeistar 8 sinnum, Reykjavíkurmeistar 6 sinnum. Vá. 6 sinnum í landsliðinu, 2 Evrópumót, 2 Norrlandamót, 3 Norrlandamót og 1 heimsmeistaramót. 1 heimsmeistaramót? Já, og svo spilaði ég á danska opna fyrir 11 ára síðan. Vá. Það er búin að spila smá. Spila smá, segir þér? Spila smá, já. Hvernig byrjaði það á þessu? 2010. 2010? Aldrei spilaði þetta áður. Í alvörinni? Og ertu þá bara, mörgur sinnum í viku? Ég keppi 2 í viku. Og keppir 2 í viku? Keppi 2 í viku, keppi mánudögum hérna í bænum. Já. Og svo fer ég alltaf í hérna upp á Ásbrú, keppi með píluflega Reykjanesbæðar. Já, ok. Og plataðarinn í það er bara mjög gaman, sko. Já, skemmtilegt. Svo náttúrulega bara ef það eru einhver stærri mót, ég vann einmitt ljósanættumóti í Keflavík daginn. Já, ok, til að mikið. Þakkaður. Fór mjög erfiða leið. Ég gæti sagt nöfni hann á spilunum, en þú myndir ekki vita það, þannig ég bara sagt að þetta voru svona með betri spilurum á landinu og ég fekk þetta allt bara í einni röð en vann samt móti, sko. Já, frábært. Þannig að það var geggjað, sko. Langt sem maður unni svona mót, sko. Ég vann það mót síðast, fyrir 11 árum síðan. Það er svona alvöru sigur, svona. Já, það var ekkert leiðild við það. Nei. Ekkert, sko. Ekkert. Þannig að það var óslega gaman og svo er Selfoss Open þar næstu helgi. Ég er svona gælaði við hvort ég farið ekki. Það verður ógeðslega sterkt mót, sko. Ok. En ég meina, aldrei að vita en maður fá einhverja hugdættu. Sætari sigur. Mikið sætari, sko. Já. Það er alveg 3 daga mót, sko. Já, ok. Það er rosa prógram í kringu það, sko.
þannig að það getur geggjað sko. Það fyrir eftir hvort maður sé að vinna eða ekki. Nei, ég geti beðið að skýra kannski frá okkur leikjum hvernig, en ég held að enginn okkur myndi vita nema maður sé að spila pílu. Þetta þegar ég fyrir út á barinn og ég plataði að sigga eitthvað í pílu. Það þurfa alltaf að kenna mér eitthvað nýjan leik að þið aldrei að spila sama leikin. Nei, sko, við spilum alltaf, sko, þú veist, leikirnir sem við spilum þegar við erum að spila á mánudagskvöldum og fimmtudagskvöldum, þá spilum við 501 standardinn sem allir þekkja sem hafa horft á sjónvarpinu. Okay. Það bara því leikurinn og svo spilað 301 og þá þetta skjótaði inn á tvöföldum og út á tvöföldum. Stutt format ef þú kemst inn strax en getur tekið óratíma ef þú gerir það ekki og svo spilum við cricket. Þá klárar við 20-15 og svo miðjuna. Já, okay. alltaf að klára reytina og svona við gætum að leita alveg góðum 3 tímum hérna sko. Já, útskýra eru til endalaus leikir, píluleikir? Sko þetta eiginlega the basic sko. Okay. Svo til alls konar hitt og þetta bara eitthvað sem fólk hefur fundið upp einhvern bla bla þú veist okay. sem bara notað í bara svona partypílu, gamni pílu Siggi og Mikki eru alltaf eitthvað þeir eru alltaf að kenna mér nýjan leik þegar ég kemur að spila með þeir eru alltaf að fýblast eitthvað en 501 það þú veist þeir eru alltaf að taka þátt í mótum allt svo sér í sjónvarpinu hérna það allt 501 mót þeir eru að taka þátt í mótum erlendis allt 501 þannig að þú veist það því leikurinn Áttu eitthvað svona erki óvin í pílunni? Nei, ég elska alla maður Já, en ekki neitt sem er svona ég skal vinna þig Nei, ég er búin að vinna það alla okay. Þannig að mér er alveg sem að það eru örugglega frekar þeir sko sem líta mig sem merkjum því að sumir sem ég er búin að vinna er ekki búin að vinna mig þannig að það er kannski meira þannig sko. Nei, það er ekkert svoleiðis það var kannski, þú veist, við segjum að það hafi verið svona rivalries, fattaru en þú veist, allir vinir sko. Já, ég meina bara að meina þetta í grínu sko. En þú veist, allir vinir, en náttúrulega sko, þegar þú ferð og spilar á móti ykkur þá er þetta ekki vinnur sem meðan þú spilar á móti en þú ert vinnur að búin að vinna eða tapa, skiptir ekki máli Sumir eru góðu tapari, ég er góðu tapari mér finnst það bara gaman, ég hlæpar og brosi og ósköldin það hann ekki, þetta er yndislegt Er það skítið við hvernig en má það í svona keppnið? Nei, það er ekki æskilegt að maður gerir það sko. Nei, ég sá, horfði ykkur til hann á, ég held að það var frá Bretlandi, þeir eru nú alltaf sérstakir með fótboltabillur og allt svoleiðis, en það var rosaleg stemning þarna þar sem við vorum að henda pílunum, við erum að tala bara meira í jafnvæglega á fótboltaleik, fólk var að trillast. Sko. Það eru á þessum mótum sem við höfum séð í sjónvarpinu hérna, sko, þá eru sko frá þessi 10 til 40.000 manns sem eru að horfa á þetta, sko, í stærsta arínanu, sko, eða 30.000 manns eða hvaðan, ég þórum ekki að vera að fleið einhverju tölur frá með það er ekki rétt hjá mér, en það er alltaf slatti sem eru inn í arínanu sko. Okay. Segjum að þessu 10.000 manns þá eru 11.000 aðeins fullir sko. Þú veist, þetta er svo klikkað sko. Þetta er svo mikið rugl sko. En hérna stemmingin er svakalega, fólki mætt þarna ógeðslega snemma, þú veist, það með designated borð fyrir sig, þú veist, bjórinn kemur í könnum, þú ert ekkert að panta þér eitt hérna sko, þú farir í könnum. Þú veist, og matur og það er allt annað, þetta er rosa, ég hef aldrei farið á svona mót sko, sem áhorfandi, ég spilað á sko, ég hef verið á 900 manna móti, ég spilaði á Tyrkneska opna 2010, það voru 900 manns að spila. Wow. Ég náði 64 mann úrslið, vel gert ég. Og hérna, svo hef ég verið á tvisvarsinnum á Tyrkneska opna, ég hef verið á danska opna og ég hef verið á sænska opna, finnska opna og alltaf hanskotan. Fullt af þessu dóti, Iceland Open, 5-6 sinnum. Brjálað með þér. Brjálað. Sko, ég gerir mikið grein fyrir, þetta er rosalegt sport, þetta er svo fjölmennt sport pílan, sko. Rosalega, og það sem ég get sagt er sem að það koma þér á óvart núna, sko, kannski eða kannski ekki, að þegar að pílan var upp á sitt besta, sko, fyrir 1990, að það voru fleiri áhrifundur og pílukast í sjónvarpi í Bretlandi heldur enska boltan. Wow, okay. Það segir eiginlega svolítið það sem segja þarf. Það er svolítið klikkað, sko. Það er svolítið klikkað, sko. Þannig að pílukast sló áhorfsmið í sjónvarpi. Þú veist, var á vinsælli en enski boltinn á tímabili sem er magnað sko. Þetta er líka gaman líka að fara bara út á barinn með félagunum, fá sér bjór og henda pílu þetta er einmitt alveg stórkostlítið það snemma síðan heim sko. Það er drekkan í 2, mann sér það oft hérna úti ég fyrir einmitt hérna tefluðu strákuna, ég er svo lélegur í tefli að ég ákvaði sko að fara hérna út og ég er ekkert að drekka neitt svoleiðis sko. En ég hugsaði bara ok, ég vinn aldrei tefl ég hlýta ekkert unni að þeir eru orðnir fullir þar með alveg sigga og eitthvað þeir vinna mér samt alltaf, ég tapar samt alltaf sem segja hvað ég er ógeðslega lélegur í tefli en á tekum maður eftir því, það er rosalega mikið af fólki sem kemur þarna bara spila bara pílu með þeir að drekka 1 eða jafnvel 2 bjóra og síðan er að fara það er bara stanslaust inn og út mikið það sko. Og þú sér þetta út allt sko, ég meina eins og búlsæstan, ég veit ekki hvort þú farið þangað ég mæli mig að kíkja sko það er geggjað sko en þarna koma bara hópar af fólki leigja sér spjald í 2 tíma, drekka og hafa gaman og svo bara fara heim það er skemmtilegt sport geggjað sko
Keila var með þetta, síðan kom diskakeilan og þá einhvern veginn eignuðist krakkanir og úlingarnir keiluna. Já. Alveg, það mátti ekki vera fullur en þar sko, í kringum krakkana. Nei, það gekk ekkert upp sko. Nei, það var bara, svona sko. Hvað er þetta að gera með öllum þessi 18 ára krökkum í keilu fullur? Er ekki að þér þarna? En svo það er eiginlega svona, já, fullur í stemninguna. En Pílar er búin að gefa manni margt gott og maður er búin að kynnast alveg óendalega fólki og þetta er alveg geggjað sport sko. Þannig, og ég hafði aldrei spilað pílukastáður, ég ætlaði ekki einu svona að fara að spila pílu og ég get sagt þér bara stórið hvernig ég byrjaði að spila pílu. Þetta er svolítið skondið. Okay. Vinnur minn kíkir á mig og við varum búin að ákveða allir að skella ykkur í púl. Og við förum niður í ég var biljarbarinn í Faxafinni. Öll borð upptekinn. Frábært. Það förum niður í Lágmúla bara. Og við erum að keyra Ármúlan. Sjáum Classic Rock sem var þar. Ég maður eitthvað mannst eftir þeim stað. Það var bara rétt hjá sem gamla Hollywood var það. Var maðurstæðurinn en það? Nei, Classic Rock. Já, ég bara sagði þetta var mjög rísastór staður sko. Okay. Það gildir einu. Og ég bendi á því að því stendur sportbar. Ég segi, það er örugglega púlborð þarna inni. Og við förum inn og vitum enn, 4 púlborð, 3 upptökin og 1 sem var eitthvað bilað eitthvað. En það var pílumót í gangi. Tróðinn staður. Það voru sérst píluspjöld sko, það voru sérst bara svona fake gluggar á einum endanum. Og svo píluspjöld þar, 8-10 spjöldi eitthvað, ég man ekki hvað það voru mörg. Tonna leið, svo ég segi við vinn minn, við erum bara að spila svona pílu, þetta er ógeðslega gaman. Svo tala við vinkonu mína sem ég þekkti á barni sem átti staðinn þetta sko, og sem ég vissi reyndar ekki. Og fengum pílur og svo erum við eitthvað að leika okkur á einhverju svona auka spjaldi eitthvað. Og þá kemur Freddi heitinn, góðu vinur minn, lést nú bara fyrir skömmu síðan. Samrækist. Takk fyrir það. Og spyrum alveg bara já, hafið þið gaman að spila pílu? Segja, já, þetta er ekki að gera, hún komur vel í glös, við vorum ekki í glasi, sko, við vorum í glösum, það vorum helviti mjúkir. Segja, já, þetta er alveg geggjað. Svo bara ekkert meira með það. Svo erum við eitthvað bara annað og svo förum við að setjast á barinn og pöndum okkur annar bjór og þá kemur annar mjög góð vinn minn, Eggert, og segir bara, já, hvað sé, hafið áhuga að spila pílu? Já, maður, þetta er geggjað. Hann tekur nú símanúmerinn okkar. Með einasta 50 degi, einhverja mánuði. SMS, mót, mæta, alveg bara, lét okkur ekki friði. Okay. Endanum þá gaf ég bara eftir og segi, heyrðu, fuck it. Ég ætla bara að prófa að mæta. Svo ég fer og fer í gamla píludóti sem pabbi átti síðan og hann var að spila með lögreglunni upp á velli, sko. Eitthvað svona skauþykkar brasspílur sem enginn notar lengur, sko. Segi ég, mæti með þetta. Fer á eitthvað móta það. Fannst þetta svo ógeðslega gaman, þannig að ég mæti aftur og var svo dregin í eitthvað pílulið. Þess að bara spilaði bara óður, full time, æfi 6-8 klukkutíma á dag, átti ekkert líf, sko. Svo var ég valinn best í nýliði og svo vann ég opnað Suðurnesjamótið, opnað Sandgerðismótið sama ár, fór út með landsliðinu 6 mánuðum eftir ég byrjaði að spila pílu. Og svo bara hélt þetta bara áfram, svo var maður bara betur og fór að vinna meira. Þannig að ég byrjaði að spila pílukast óvart. Já, það. Þannig að það var ekki að því ég sá eitthvað í sjónvarpinu og þetta er ekki lókslega að prófa þetta. Þetta bara... En er ekki alltaf besta í lífinu, þetta er alltaf upp í fangi á manni. Það er í þessu tilfelli rosalega mikið svoleiðis, sko. Þannig að þetta er mjög gaman að segja þessu sögu oft, sko, þegar fólk er að byrja. Hvenær byrjaði þú? Sérstaklega mjög mikið ungum guttum sem eru að byrja að spila 12, 13, 14 strákar. Massa góðir, sko. Já. Verður að spyrja, hvenær byrjaði þú? Og maður er að segja, þú varst nú ekki einu sinni fæddur þarna þegar ég byrjaði, sko. Og svo maður að segja það í söguna, sko. Og hvernig allt sem að byrjaði, sko. Þetta er alls bara strákar sem eru búin að alast upp í sjónvarpinu, sko. Þess vegna fá þeir áhugaðan, sko. Þetta er bara eins og horfir á fótboltaleik og sér Messi eða whatever, sko. Og hvað segjum núna fyrir þess að einu mannesku sem er að horfa eða hlusta á okkur, hvað ætti hún að byrja að, ef hún vill fara að spila pílu, hvað er svona best bara að starta þessu? Ef hún byrja í Kópavogi, Pílufélag Kópavogs, ef hún er í Reykjavík, Pílufélag Reykjavíkur, Suðurnesjunum, Pílufélag Reykjanesbæjar, Akureyri, sama. En nú voru sko, þegar þú segir þetta, þá byrjar maður að hugsa bara, shit, það eru bara próspilarar. Alls ekki, sko, en þess að allir pílufélagi eru með flotta dagskrá og það eru, byrjandakvöld og þá færð þú bara gaur sem er bara að kenna þér rós, bara segja þér, svona er þetta best fyrir að standa og þetta er þægilega svona og gera þetta. Þannig að þú ert ekkert að fara að fá einhverja margfalda Íslandsmeistara, sko, sem er að fara að koma bara grouping up on you, sko. Þú fær bara hindin og kemur aldrei aftur. Nei, það er ekkert svoleiðis, sko. Og við pílukastar erum svona upp til hópa mjög gott fólk, sko. Við tökum allir velkomna, sko. Ég er reyndar alveg sammála þessu. Það er,
þeir sem ég hef kynst hérna sem spila píluna en úti er alltaf mjög almennilegir, þú minnist á þetta ég hef ekki hugsað þetta fyrir hún sagði þetta núna þetta er alveg rétt hér, þetta er svona skemmtilegasta fólki á barnum sem stundar píluna hérna. Það er, nákvæmlega allir einhvern veginn bara, hvað það spilaði með og sínu bara hlegið og haft gaman að það sko. Það er bara málega, þetta er svo gaman þetta er nefnilega gaman og þetta er líka það sem ég er mest gaman að þessu, það er bara félagskapurinn það er, hvað allir eru eitthvað að djóka og grínast og meðan að það spila þetta er bara gaman þetta er bara skemmtilegt en já, út í aðra salma það er hérna, ég rakk augun í þetta það er þetta ekki rétt hérna á daginn en þú kannski að tjekka það, Team America ég sá að var 20 ára hún er 20 ára gömul, var það ekki gær? Vá, hvað ég man eftir þessari mynd maður. Já, muni allir eftir þessari mynd sko það gæti alveg verið, getur ekki verið hún hafi verið 2004 14. október 2004 sko. Já, það er þetta er en það var samt ábrútt hún var í Denver bara en hún var talsi í dag í öllum Bandaríkjunum já, ok það er svoleiðis, það fyrir eftir hvað það er já, bara Denver fekk fyrst einhver svona pre-release einu degi undan, veit ekki af hverju en síðan sendur Bandaríkinn 15. Til hamingju Team America og South Park meistararnir tveir Nákvæmlega, þetta er, maður þarf að taka hérna, rewatch á þessa mynd núna ætla að segja en þau átt góð að dörga ég vil meina það ég ætla að trúa ég ætla að trúa sástu þarna ókliftu útgáfuna ég er ekki viss sko. þá var sko kynlífsætri og maður stætti því já. en kom með þetta Kolli og Bjarki annarkur þeirra verður að horfa þetta maður við erum með ókliftu útgáfa þessari mynd og ég horfði á það sko og þá fara þau að kúka hvort annað og eitthvað þetta er eins og að horfa á Drawn Together uncensored ég veit ekki hvað mynd það er þú þarft að horfa á Drawn Together það? Já, ég skal senda þér þetta á Facebook sérstaklega, bara þú minnast í þú getur horft að voru til þættir og svo þetta mynd og þú þarft að finna hana uncensored ég var að horfa á hræðilega myndina við vorum að ræða þetta á hann sko Uno þetta er ítölsk mynd held ég og já, vorum með lista daginn, það var þetta Serbian film í fyrsta seti mest bönnuðustu myndir síðari tíma sko Uno í öðru seti og eitthvað bara, langar að tjekka þessu hvað er svona ógæslegt við þetta og bjóstu þetta væri eitthvað svona eins og Cannibal Holocaust en og ég bara, þetta var ógæslegt ekki eins ógæslega Serbian film en ekkert langt frá því heldur sko, Serbian film var auðvitað bara það er sálar skemmandi mynd hún er þannig að blá sko ég veit ekki, hefur hort á hérna Terrifier myndirnar Nei, betur hvað ég mæli með því, Art the Clown Er það þessi myndir sem er í gangi núna? Terrifier 3, hún er í gangi núna Já, sem er í bíó, það er þessi hvíti trúðsgaurinn Ég á búningin og verð Art the Clown á Halloween Já, góðum Já, þetta eru óinu vinsælegar Terrifier 3 er highest grossing mynd í Bandaríkjunum sló Joker úr fyrsta sætinu Það sé nú auðvelt, þannig að Joker 2 Ég fór á hana á pre-forsýningu Þetta eru 2,5 tími sem ég fæ aldrei aftur Jokerinn Það er rosalegt hvað fólk er að rauna yfir þessa mynd Ég ætla að fara að horfa Joker mynd, ekki söngleik sko. Nei, ég held að fólk hafa ekki gert sér grein fyrir þetta væri söngleikur Það er hræðilegt maður Já, þetta Er þetta auglýsing söngleikur? Nei, ég held nefnilega ekki En myndin er söngleikur Ef þú ferð sko og skoða trailerinn það er ekkert verið að tralla það sko og eins og Lady Gaga var góð í að Star is Born geggjuð þeirri mynd og hún er bara að hætta það sko og hörmungi þessari sko. Já, ég fannst þetta leiðilegt að sjá ég er engin Joaquin Phoenix aðdáandi en hann fyrstu Joker myndin og margt annars mann hefur gert virkilega góður sko þetta geggjaður leikari sko Já þetta er svona karakterakti sko, hann getur gert allt sko, hann er rugglaður sko, hann er svona, minnum að svolítið eins og Johnny Depp getur farið í allt sko, rétt, sko. Joaquin Phoenix getur rosalega farið á milli, en bara, þessi myndmaður. Hún er slæm. En hvað er það þá? Er það bara söngleikurinn eða er það bara allt bara leikstýringin og handritið og er það allt? Mér fannst bara myndin, bara yfir höfu, bara ekki nógu góð, en ég held sko, hausinn á manni virka svo furðulega náttúrulega aðeins með þetta trallandi lið þarna og alltaf verið að syngja eitthvað og gera eitthvað, ég held að það hafi bara skemmt restina af myndinni, þú skemmt út frá sér sko. Ef það ekki verið, þá er myndin kannski verið góð sko. Talandi Lady Gaga, þannig að var hún ekki, er ég að
tala úr raskatunum með þegar ég segja að hún hefði verið að dílíta öllu á Twitterinu sínu daginn. Það getur verið, ég hef ekki farið á Twitter bara svo lengi, ég veit ekki einu svona hvernig það lítur út lengur, sko. Ég sá þetta á netinu, sko, maður treystir ekki inn á netinu, það er orðið svo mikið lega allt ógeðar og einhvern veginn má bara ljúga í dag. Já, það er eiginlega bara æskilegt að þú gera það, sko. Já, í gamla daga bara þegar við erum ungir, þegar þú varst að ljúga, bara það varstu bara, já, það varst til að bara hvað í ánskotunum er að þér, en núna í dag þá erum við búin að vera á samfélagsmiðlum svo lengi og við erum öll að ljúga ímyndu okkar, hvað við erum á Facebook og þetta fara að smitast í bara alla aðra aspekta af lífinu, það er meðal bara samanlega samskipti og þetta er orðið bara svona leifilegt, þetta er orðið fyrirlegt, en getur þú séð að hvort að Lady Gaga hefur verið að delíta öllu Twitter út af þessu Puff Daddy dæmi. Það talaði sér það, hún og Usher delítuðu bara öllu á Twitter síðan sinu. Usher kom nú reyndar, sá það og sagði að ég var hakkaður, en það er, veist það sem ég hef verið að sjá í því máli hvað, hann kemur hann að Puff Daddy, tekur Usher og gerir hann frægan ekki og lögreglega verið að trukka hann í leiðinni. Já, ég kem ekki orð. Síðan kemur hann að Usher og það er alveg fáralegt, hann fær custody svona yfir Justin Bieber og lætur Puff Daddy hafa það í 2 daga, ég veit ekki hvernig anskotinu náði að skipta frá Usher yfir á hann. Þetta er alveg stórfurulegt mál. Það er margt mjög einkennilegt í þessu. Ég syns bara ég að horfa á daginn sko var verið að tala ákærunar. Það er meðal 9 ára drengurar sem við fórum í stúdíu. Þetta er alvöru barnaníð, ekki einhver úlingsníð, heldur bara barnaníð, sko. Ég finn ekkert hún að dílda einhverju, annað hún satt einhver óviðandi á Twitter. Já, ok. Dílda því. Það getur verið internetið sér að bulla, sko. Það væri ekki fyrsta sinn. En hún með, þú veist, ennþá hún auðlýsa myndina, sko, á Twitter. Já, ok. Já, og áhört með myndina finnst mér er að user review og critic reviews eru sammála að myndi sér léleg. Já. Oft þú veist, critic reviews bara já, 8 einhvern, þú veist, síðan userin er bara eitthvað, nei, þetta er bara 1. Maður haldið að þetta væri svona mynd fyrir kritik, sko, þetta er meistarverk og þið skiljið það ekki, en ég skilja það því að ég er hærra en þið eða eitthvað svona. Ég er kritik. Já, það er bara eins og á Rotten Tomatoes, critics 33%, áhorfendur 32%. Það er samt eitt sem ég finnst alveg merkilegt með þetta Puff Daddy mál, er að þetta kom mér ekkit óvart. Ég meina maðurinn, bara strax svo ég heyrði nafni, Puff Daddy, bara þessi maður er gay. Það er bara furðulegt að engin annar hafi verið að spá í því. Það er bara maður átti að segja það á núlletni þar, sko. Já, svo hefur hann líklega fattað þetta sjálfur, þess vegna breytist þetta bara í Diddy. Já. Hann bara, neður, Puff Daddy, nú fyrir fólk að fatta, sko. Já, kannski, sko. Já, svo kom P. Diddy og svo Diddy og þú veist að hann bara hafði segið, bara losnaði þetta P í burtu, sko. Já, það var nefnilega, þá var þetta orðið virt, sko, bara P. Diddy, býtu nú við. Hvað er hann að gera núna, maður? Já, þetta er ruglaði tímar sem við lifum á, það er alltaf eitthvað koma meira upp, en þetta er samt alveg merkilegt, sko. Það er svo orðið svo erfitt, veist, svona hefur alltaf verið. Við vitum gamla Hollywood, það þurftur bara, eða varst kona, þurftur að sofa hjá eitthvað til að koma þér áfram að þetta og við vitum það til dag. Og allt svona það er góður reyndar við interneti, það er þessi upplýsingaflæði sem við fáum. Við bara, þessi elita, hún kemst ekkit upp með þessa vitlausu mikið lengur, sko, og fólk er alltaf að verða gáðara. Við höfum alltaf að lifa í svona draumaheimi, það er allir góðir og eitthvað svona nema að stríði þarna og þá er alltaf tekin einhver einn gaur að Hitler er vondur og þessi 3 með honum eða eitthvað, sko, Stalin er vondur en ekki, nei, það voru 1000 manna sem voru með honum sem voru vondi líka og jafnvel verri. Já, ekki setja eitthvað andlit þarna og við erum svona átt okkur á þessu núna, þetta er alltaf miklu stærra og getur ekki bara, það búið að komast upp um okkur, setjum hérna þennan og fórnum honum. Já, látum hann vera andlit út á við. Já, skammast við inn og einhvern veginn en við sleppum síðan. Þetta merkilegt þarna með, ég veit ekki, Puff Daddy, P. Diddy, hvað sem það er að kalla hann, en þarna Sean, heitir hann það ekki? Sean Combs. Já, Sean Combs. Sko, ég sá líka þegar hann var að tala ákærunar að þeir alltaf nefna einhver rosaleg nöfn og þetta kemur frá lögregluembættinu. Þá kom hann, við getum ekki komið með nöfn núna að svo stöddu út af viðkvæmi málefni en við munum birta þau þegar það kemur lengra enn í málefni. Það eru orðin heldur forvitið, hvað eru að tala Oprah eða eitthvað? Ég er ekki til þess að þó nafnu hennar myndi poppa þarna. Hún var já, Weinstein líka, alltaf með honum og Oprah og Sean og
síðan, já, bara fullt af þessu Hollywoodliði og alltaf í partíunum, þannig að maður veit ekki. Það margt sketchy við þetta verður athyglisvert að sjá. Þetta verður eitthvað sprengja maður. Já, klárlega, sko. Talandi sprengjum maður, ríkisstjórnin er sprungin. Það er ekkert nýtt, það er engin hiss á því. Svo mikil sandkassa leikur þarna. Þetta er alltaf sama með þetta, maður. Svo kemur eitthvað nýtt að vera jafnleiðilegt, maður. Já, þetta er sömu típunum nefnilega. Það er alltaf bara, ég hef rétt fyrir mér, en ekki þú, og ég er frekari, og þess vegna kemst ég áfram. Og ég ætla að gera þetta fyrir þig, en ég ætla að gleyma þig næstu 4 árin. Já, þetta er, og það sem er gallum við ríkisstjórnum líka, finnst mér, oft, er að þetta er alltaf, mér finnst að landið hefur rekið svona, í staðan fyrir, ok, þið, fólki í landinu, hvernig viljið þið að landið sé rekið? Það vantar svolítið meira þannig, sko. Það bara, ég kem með mína stefnu og annarkvort eru þau bara með mér eða innan ekki hlusta á okkur. Ja, það er bara svolítið, sko. Það er svolítið þannig, sko. En ég er alltaf að spá mikið í þessu, okkur höfum við svona lítinn áhuga á pólitík. Þetta er fólki sem bókstaflega sér landið, sér stjórnar öllu, bara á hvernig allt er og hvernig allt er byggt og hvernig allt dróðst og við erum ekkert að spá í. Ég heldur bara að, sko, að þú hefur svarað þessu sjálfur á þegar þú talar að við förum bara í einhverja rútínu. Málið er það að þegar við erum komin á stað og allt er bara lægi, þú vaknar 8 á morgnan og fer í vinnu og kemur heim klukkan 5, borðar og fer að sofa. Þú ert svo vanur þessu að þú tættir að pæli af hverju þú gerir það. Já, kannski. Og þú saman hvað stjórnundur er að breyta og gera, þú spáir ekkert í því að þú ert ennþá með vinnu og þú vaknar ennþá bara klukkan 8 og heldur með vinnu og kemur heim klukkan 5 og borðar og fer að sofa. Það getur verið góð útskrift og getur ekki verið flóknara en þetta. Og það er bara allt í lagi hjá þér af því að þú ert ennþá að borga og þú getur ennþá að borga reikningana þína. Þannig að þú þarft ekkert að spá í, nei, það breytir engum, þetta er alltaf. Meðan ég get borga reikningana mína og skiptir því máli. Ég var nefnt sko við rakarann mínum daginn og hann er alveg merkilegt maður og það er bara strásað að fara að fykta í háruna á minna og fer maður bara í trans, talar bara og hann alltaf gert það en í þetta sinna fór ég að tala nokkur spillingarætri sem hafa komið bara og eru bara skjálfest spillingarætri og hún var ekki að trúa mér ég var bara, þú verður að fara heimtiðin og googla þetta ég er ekki búið þetta til þetta er bara, fjölmiðlar eru búin að staðfesta þessi aðri þetta er bara raunverulega að gerast í heiminu sem þú byrji og ég held að sé mikið af fólki sem bara að fylgist ekki með og það er svona veita ekki af spillingunni sem er í gangi nennir ekki að tala um það og það flýgur bara fram með þeim þessin eru Íslendingar ekki brjálæðir það er bara eitthvað svona gaurinn sem við sem erum alltaf forvitnir og alltaf, hvað er að gerast? Við erum alltaf bara við förum bara tilbaka, þú veist 30 ára eftir tíman sko og lítum á okkar feril að þú veist við vorum alltaf með augin hakkan og alltaf að fylgjast með öll í kringum okkur þannig að það er kannski ekki skrítið að við sitjum með oft brjálæðir erum að, þú veist argast út í ríkisstjórnum og gatna og skaðana, þú veist. Þannig að... Talað feril og gamla lífverðni. Ég var búin að tala eitthvað að gefa út ævisögu. Á eitt samfélögu vinnur okkar sem sagði bara rugglaður á, hvað ertu að hugsa? Gefa út ævisöguna hérna, við viljum ekkert publicity. Síðan það var einu viðtali hjá Sölva. bara what? En sko, ég ætlaði að skýra hann að lega það, því að ég hef oft verið að segja svona sögur á lífinu mínu. Og fólk trúir ekki það er ekkert skrítið en þess að það sem maður hefur upplifað og það sem við gerðum þú veist, þetta bara ásýður einhver hliðstæðu í lífi fólks í dag og eiginlega bara heldur ekki lífi fólks þá nema þessum 20% sem lifðu þetta sko. ekki eins og 20% Nei, það var allavega að sjá þetta í kvikmyndin þetta er svo mikið rugl sko, Hollywood hefur bara ekki einu svona nógu góða handriðsöfunda fyrir þetta böl sko. Nei, þetta er margt að því þetta er bara rugli, það eru mörg ruglu atriðan og af hana eitt sem við vorum nú að ræða þarna þú manst þetta því við nefnum ekki nöfn en það var þarna tilraun til að drepa mig það var eitra fyrir mér sælla minninga ég man það mjög vel sko það var hræðilegt sko það var rosalega við vorum alltaf búin að vera heima hjá þér sko ég man ekki sko hvort að við komum alltaf og fórum svo komum og fórum eða hvort við vorum bara non-stop ég man það ekki nákvæmlega sko hvort við vorum einhver 2-3 daga eða eitthvað vorum alltaf bara fljúgandi fyrir á vöggunni þarna en ég man ekki hvort að við hvort maður fór einhvern heiminn og milli mér minnir samt ekki sko ég held ekki nefnilega ég held þetta hafi verið eitthvað bara 3 daga skrans eða eitthvað og þar var einmitt þessi tiltekni aðali sko ég man þetta hann var voðalega gjafmildur og rosalega góður við alla og þú veist gefandi öllum alltaf fáðu þið smá og svo var ekkert smáneitt sko, þú veist, fyrir óvana manneski þetta er nú bara haldið inn í ganga þetta næsta halva ári líku, sko, slíkt á magni og rugli sko. En svo var þetta að fara að verða furðulegt sko, þú veist, þegar það var að fara man bara þegar hann var að draga þig afsíði sko. Og þú veist
mér fannst það alltaf svo weird sko, það var alltaf svo svakalega spes Það fannst það öllum að því að búið að vera á slæmt á milli okkar Já. út af einu máli, lengi Já. og hann hataði mig, það vissu það allir Já. þannig að þegar hann dreif mig inn í eldhús að tala þessi, búin að vera góðu við alla það voru allir bara, þeir eru að fara að slást eða hvað er að fara að gerast en síðan fyrir hann inn og þar segir hann hérna gröfum sem stríðsexi og bara verðum vinir ég veit bara ok, frábært, tekið hendina hann og til að grafa hana þá býður upp á þetta og ég veit bara það tók smá og bara djöfullin með hvað hjartasalt í þessu bara hver anskotin og hann var bara að klára þetta maður ég bara nei og labbaði fram og síðan manni, hann kemur bara bless og hleyp brút og bara, það voru allir bara veitu hvað gerist eiginlega og veist hefði ég klárað þetta sem hann ætlaði að gefa mér þá hefði ég drippist Já, þá hefði hann tekið stællinu sko. Því ég mann sko, svo förum við heima frá þér og við stoppum á Laugaveginum og svo förum við eitthvað ennþá lengur niður bá ég man eftir okkur, þú veist, við vorum eitthvað að anskotast hjá einhverjum ekki langt frá Landakotsspítala og þá varst einmitt byrjaður að fara að hnigna svona niður sko. Ég byrjaði mjög snemmaði sko, ég byrjaði að detta niður og byrjaði að blána upp og já, síðan fyrir þarna niður á Landakotsspítalan settur í blóðpröfu og bara farið með mig beint inn og sá strax að það var eitthvað mikið að og kemur sko úr blóðpröfunni að ég er fullur af strykni rottuðið sem er alltaf bara rottuðið Já, sem virka þannig að þegar rottuna éta strykni þá byrjar hjartað að slá svo hratt að það rifnar bókstaflega sundur það bara springur og það virka þannig á okkur mannfólki og þarna ég man eftir að sko, þrýstingurinn sem var hérna og bara, ég ger ekki greinum en á milli slagana lengur ég man ekki hvort það verið þú eða Steppi en það var eitthvað, þetta svona sárt að því ég var alveg, bara fyndi þetta og tók hendina og setti hér og það var bara what the hell sko ég man ekki að geta öfurglega Steppi sko já, en eftir það er að skrýtna við þetta ég fekk rosalega kvíða eftir þetta ofsakvíða sem ég skiljanlega sko alltaf það, þú veist þegar hjarta á mig byrjaði að fara á svona 1.000.000 þá úrslega byrjar heilin að segja nú ertu að deyja, af því ég var bara dauður ég var bara í sársökunum sko og ekki gera það að verkum að einn gaur hérna það er sem var með eftirnafnið Dekkar, ég ætla bara að segja það sko en í gamla daga þegar allir voru á óskiljanlegum þá stóð hann einhvern veginn upp og við vorum bara úlingar hei strákar, vitið hvernig er að fá hjartaáfall þetta er bara geggja sassingi þessi leiður og byrjaði bara að útskýra því og maður bara oh my god skilu það var þannig að hann einhvern veginn prentaði það er að versta í heimi sko og síðan kom þetta hún í það og síðan ef maður hefur verið eitthvað asnöluður á því þá er ég oft haldið að ég sé að fá hjartaáfall út frá þessu og þessi ofsakvíði sem maður hefur verið að glíma við eftir þetta það er að undarlega hann býr til einkennin sömu einkenni sko einkennin ég er hjartveikur nefnilega sko og er búin að fá 2 hjartaáfall sko já ok og hjartalæknirinn bara svona til skjótaði að sagði þetta að vera lífstílstengdu sjúkdómur sem ég verið með ég gat nú ekkert annað en glotti að fólk, það sem er að mér hrjáir fólk sem er komið yfir 70-75 ára aldri þannig ég er á hjartalegin þangu til bara yfir líkur en þetta er alveg rétt sko þetta eru sömu einkenni, kvíði gerir þetta sama sko já, maður bara byrjar að búta til í þessum að segja og síðan bara byrja hjarta á 1.000.000 þá byrjar maður, okkur hjarta á 1.000.000 og þá fer það ennþá hraðar og þá fer blóðþrýstingurinn upp sem byrjar maður að svitna sem byrjar maður að dofna þegar maður að anda svo óreglulega og þá bara, ég er að fá hjarta áfall og hjút komið öll einkennin sko Akkurat. Það er bara kvíðið sko það er ruglað margir að glíma við þetta sem mjög margir í nútíma samfélagi en að skrýtna ég lendi í þessu sungur þetta er fyrir tvítið, ég man ekki hvað var gamli 17 eða 18 eða sko þetta er örugglega sko shit maður 96, 7 kannski eða eitthvað eða fyrr, ég maður ekki jafnvel fyrir Uxa, það er 95 Uxa 95 sko sætla minninga já, góða minninga geggjaðast út í þetta sem ég farið á sko jú, líklega er þetta kringu það sko kannski 94, 5 þetta er einhvers stóra milli 94 og 96 ég held að við getum örgulega svona njörfaða niður í þetta tímabil sko já, því ég flyt að Miklabrautinni þangað, það er vel fyrir 20 sko þannig að já, við erum ungir þarna við erum strax, þú veist, ímyndarum að sjá svona börn í dag, vera að gera það sem við vorum að gera bara, já, byrjum hvað í lýðskólinu þannig að það var 16 ára 94
Lýðskóliðum var hvað í Norræna húsinu sem Otto var með, það var svona tilhörunarstað sem við vorum settir í. Já. Ég vissi það ekki þá, það var bara, maður bara neittur af fellow, sko. Já. Þetta var svona good times, sko. Þetta var geðveikir tímar og það var skemmtilega, ég var að hugsa daginn, sko, þú kendi mér á, ég man nú ekki hvað ég notuðum þá, en það kallast Google í dag á mörgum, en það var einhver leitavél þarna. Alltaf víst það. Alltaf víst það? Hérna það? Já, ég man allt, sko. Góður, og við fengum svona aðgang að netinu meðan að enginn kunni á netið nema einhverjir senar eins og þú. Og ég satt hana og þú varst að kenna mér á þetta sem ég varst alltaf að hliðin á mér, þannig ég gæti alltaf að beða þig, hei, býtum við, ég er að leita þessu, hvernig gerir þetta, shit, ég slökkt á þessu, ég veist ekkert hvað ég var að gera. Þetta er bara í byrjun internet, spöða því. Já, þetta er bara svona mid-90s þarna sem við erum þarna. Þetta er undan yrkinu. Nei, yrki á 91, sko, ég byrjaði á yrkinu 91, sko. Nú, ok, var það kannski svona lengi, það var þegar ég var komin í Vesturbryggi, það getur verið að ég sé að slá saman annað maður, en ég man sko, það var fullt af svona geimverudóti, þarna geimverur, og sem við vorum að googla, ég hafði svo mikið ná á því, þarna, og ég hef verið að reyna að finna margar þessar ljósmyndir í dag, ég finn það ekki. Þannig að... En svo fyndið, sko, ég get bara sagt eitt, sko, skóndið, tala um leitavélar, internetið að byrja og allt þetta dót, sko, maður var alltaf að skoða eitthvað árein að þú leita UFOs og eitthvað svona, allt eitthvað svona sem var interesting, sko, og alltaf að skoða einhverja heimasíður og svo bara gleymdi maður því og spáði ekki í. Ég elska heimildamindir, ég alltaf ára heimildamindir allt, en svo eitt ég rosalega mikið áhuga á sértrúarsöfnum, bara af hverju, hvað, þú veist, gengur á mindseti og ruglið, og þar var einmitt eitt sem heitir Heaven's Gate, sem var UFO-kult. Og ég áttaði mig ekki á því fyrir að horfa á heimildarmyndan og sá þegar voru að sína heimasíðuna, ég hafði actually séð og skoðað þessa heimasíðu þegar að kultinn var virkur áður en þeir fremdu all sjálfsmorð. Já, ok. Var þetta skónir þarna? Já, Nike skónir, fræðir. Og ég fatti, hugsaði með þér, ég sé þessa síðu og ég þurfti alveg að kafa aftur í hausnum og ég fór á þessa síðu, sko, bara, þú veist, þegar kultinn var aktív. Og svo sér maður þetta einhver heimildamind, þú veist, 10 ára setna að gatna og segja hvað það er. Bara heppin að lendi ekki hérna sjálfur, bara, hei, er ég leita með ykkur maður, ég ætla að fara í þess að skóa. Já, og svo, þú veist, svo er bara kaldan í öll, ég man ekki, það við getum kannski flettið upp, þú skrifar Heaven's Gate kvöld, hvenar, þau fremdu þetta fjölda sjálfsmorð þarna. Ég var úti í San Francisco, sko, 1996. Ég man ekki hvort hann hafi verið virkur eða hættur þá, sko. Já, vá. Þannig að þetta gerir þetta endarskondan og þeim voru í Kaliforníu, sko. Það er ekki í San Francisco, en voru í Kaliforníu. 27. mars 97. Já, 97, þannig að hann var sett ennþá aktiv. Þú hefði getað litið í heimsókn. Þannig að ég hefði þess að geta droppað við. En ég bara fór að spáða, því ég skoðaði þess að síðan niður í tölvuherbyggi í Norrannahúsinu. Áttaði mig ekkert á þessu fyrir löngu seinna, sko. Sko, fullt af skrýtnu hlutum annað, sko, hernaða leyndamálum sem bara finnur þetta ekki á netinu í dag, sko. Nei. Og ég man það sem ég læriði af hernaða leyndamálunum og sem bara voru ekki fyrir almenningsaugu. Það var deildin sem ég bjó til í kringum mig í Breiðholtinu. Ég bjó hana svolítið til frá því sem ég læriði einmitt að því á netinu þarna, sko. Já. Og síðan komst ég að því að bandaríski herinn, hann læriði það af ítölsku mafíunni, eða veist, ekki segja ítölska mafíunni fyrir ekki heldur, bara ítölska hernum. Það var ítölski herinn byrjaði þetta og síðan byrjaði seikilegar mafían sem var síðan bara fyrrverandi hermenn að setja sig saman með sömu prinsip og voru í hernum og síðan smitast það yfir í bandaríska herinn, sko. Og þannig að ég meðast herdóti svo kúlana sem ég var að lesa, það er sniðut, bara fara eftir svona prinsipum og setja þetta niður. Og síðan komst maður að því, bara, herri, já, þetta er sömu prinsip og sigilega mafían var með líka, skilur, og alveg, ok, mega sæns að þetta virki. Ég tala alltaf þetta, eins og með mafíun og eins og þess að kartels í Suður Ameríku og svona, þetta er allt svona military type structure, eins og við kallum þetta, sko. Já. Þú veist, það er eitt líder og svo með lieutenants og þetta. Það er bara píramídi. Já, þetta er bara military type structure, sko. Já. En þú veist, ef þetta væri ekki þannig að myndi það bara ekkert virka. Nákvæmlega, en það er best að vera, því að annars myndi svo mikið chaos, sko, kringum þetta. Chaos sem náttúrulega gerir þetta bara verra, sko. En það er talandi sko, sértrúarsöfnu, það var, ég er að reyna, man ekki hvað það heitir, það er mynd á Netflix og var frægt atriði í Bandaríkjunum, þessi FBI umkringir eitthvað sveitabæ. Það er Branch Davidians og Waco, Texas. Waco. Alveg, sko. Þeir hildur Branch Davidians. Ertu búin að sjá heimildamyndina á Netflix? Ég er búin að sjá allar heimildamyndinar. Hún er rosaleg. Það er sko, bara
fyrir þessa einu mannsku sem er á lista, bara endilega farðu og Kynntu þetta. kynntu þetta og kíktu á þessa heimildamynd á Netflix. Já, það er Waco, Texas, það er brandstæðviti hans, Magna kynnir sér það, Heaven's Gate, Magna kynnir sér það líka. Já. Því að ég hef aldrei séð, ég held ég hafi sjaldan séð heila því fólk á ævinni, sko. Þetta er alveg magnað. Og svo náttúrulega Jonestown, sem var náttúrulega frægast af þeim öllum, það er 929 manns Okay. frömdu sjálfsmorð. Hvernig var það? Þetta var náttúrulega sértrúarshópur, byrjaði sem, þetta var mjög skrítið, þetta var hvítumaður, Jim Jones, var með í rauninni bara svarta kirkju, megninu til, það var vola spes. Og svo náttúrulega, maðurinn var alltaf getandi líf, bara pilluæta, svo var hann paranoiaður og fór bara að vera harðstjóri. Enda með að hann keypti rísa plotti í Guyana í Suður-Ameríku. Það sem að flutti svo allt þetta lið, þetta voru fleiri þúsund manns á þeirra mest lét, sko. Það voru sett 929 manns sem voru fjölda sjálfsmæri og mörg þeirra voru reynda bara drepin, sko. Þú er heyrt sem sagt konseptið, þú veist, drink the Kool-Aid, það kemur það, en þess að þetta var Kool-Aid með blásýru í, sem allir fengu staup og drukku. Þeir sem vildi ekki drekka, þeir voru bara spreytaði með því. Bara haldið þið niðri. Og málið er að þessi setning, sko, þú veist, að þú tekur þátt í öllu, bara you drink the Kool-Aid, því þú ætla bara að vera með í þessu, kemur frá þessu, því að það bara trúðu allir sem hann sagði, þannig að þau bara drukku Kool-Aidið. Bílun. Þú ættir að kynna það, Jonestown. Þetta er rosalegt, sko, ég var nú eitthvað að skoða svona lítur á sínum tíma, datt inn í það og þú þarft, sko, að vera svo stjartfræðilega ruglaður til að geta verið svona lítir. Þú þarft að hafa svo mikla trú sjálfum þér og sannfæringarkrafturinn sem þú þarft að hafa aðeins illa geðveik manneskja getur haft að þú þarft að vera snarruglaður og siðblindari en allt, sko. Siðblindari en allt, sko. Bara að þú ert í einhver sambandi, sko. Þú ert bara meira eins og velminni heldur manneskja til að vera þarna, sko. Og síðan forritar bara sjálfa þig af því að þú fer síðan að trúa þessu vantarlega sjálfur eða trúa þessu sjálfur til að geta projekta þessu yfir á fólki og látið alla aðra trúa þig. Það er erfiðara ef þú ert að ljúga fólk svona, innst inni skinnir það og það er erfiðara með að taka við þannig þú hlýtur að trúa þessu sjálfur myndi ég að halda, sko. En það er eitt sem þú getur fundið á netinu, þetta er mjög aðgengilegt og það er ekki allir sem geta stommið þetta, sko, því þetta er rosalega erfitt að hlusta á þetta. En það er svo, eru til Jonestown Death Tapes af því að hann tók allt upp. Og þegar hann er að halda loka ræðuna yfir fólkinu og segja að núna er allir að safna saman og drekka Kool-Aid og deyja saman og svo heyrir sko, þú veist, fólk deyja og börn deyja á annar og svo áður nú veist af deyja þögn. Djúvillega, ógeðslegt með þetta teipið til og þetta er langt teip 40 mínútur eða hvað þetta er, sko. Og heyrir maður í því bara hljóðan á eitthvað vera þjást, sko. Þú heyrir það, sko, þetta er mjög óhugulegt þannig að þetta er ekki fyrir alla. Mín fyrirverandi, ég leyfði henni heyra þetta og hún grét, sko, hún gat þetta ekki, sko. Já, ég ætla að sleppa þetta er mjög þung hlustun en magnað samt sem áður, sko. En eins og ég segi ég mæli ekki mikið með því, sko. Nei, ekki, sko, strax á þegar börn komin í þetta, ég get það ekki. Það er, sko, ég er búin að vera að horfa mikið á myndbönd frá Úkraínu, stríðsmyndbönd og það er gór, sko, alvöru gór og þeir eru alltaf með þetta hérna á hjálminum, sko, kamerunar og þeir nota hnífa á allan ánskotan annars, sko. Þetta er helviti ruglaðana sem maður sér. En það eru fullandi menn, en börn, ég get ekki, það er, þú veist, það fer einhvern veginn inn í sálina. Það gerir það, sko. Ég ætla að sleppa að hlusta á þetta. Já, þetta er mjög interesting, en eins og ég segi, þetta er ekki fyrir alla að stomma þetta, sko. Þetta er athyglisvert og, þú veist, við hefum öll áhuga á þessu, annars væru menn eins og Ted Bundy og Iceman og allar þessari, væri ekki svona, þú veist, fjöldamorganir, væri ekki svona vinsalir, skilju, það er, man langar alltaf að mannlegt eðlið er svo athyglisvert og þá fer ég alltaf að spá í öllu aspektum hvernig fólk fungerar. Maður er bara svo forvitin, sko. Maður er svo forvitin. Ekki þessi 80%, þeir bara svona, þetta er vont fyrir mig, meðan við bara komum með drulluna. Við söngum öll á okkur, sko. Já, síðan bara okkur líður mér illa. Svo bara situr maður í viku heima og sér, starr á vegginn og skilur ekkert í af hverju, bara hvað, ég skil ekki, sko. Gjör svo bara stútvill á sér hausina okkur fucked up stuffi, sko. Já, þetta er bara hellitis forvitin að kemur mann í þetta. En sko, já, ég fór að stúderaði mikið þessa fjöldamorðingja og þetta eru undarlega verur, sko. Rosalega, sko. Já, maður getur ekki skilja þetta. Ég hef búin að taka, sko, dokumentar í flip á það, sko. Það er alveg ótrúlega, hvað er að klikkaði, sko. Þú sko, komast upp með þetta lengi, Gary Ridgway, Green River Killer. Þú veist, hvað er það bara 60 konur? Hann dúlaði sér bara 24 ára og drepa, sko.
þeir bara funda hann ekki, þeir bara skildi ekkert í þessu það var ekki fyrir löngu setna menn sér BTK-killerinn þeir náðu honum ekki í hvað 20 ára eða 30 ára eða eitthvað, hann drapeldi, ég man ekki hvað 10 manns eða hvað hann var svo var ekki fyrir að að þeir fóru eitthvað að fjalla það var anniversary á síðasta morðuna eða eitthvað þá rankaði minn maður við sér sko ennþá í sama bænum, gifti sömu konunni með sama barni í sama húsinu og allt saman sko sendið þeim floppy disk með brefi þeir gáttu treysa floppy diskin í tölvu í kirkjunu þar sem hann vann og gáttu linkað hann og fundið hann 30 ára setna annars hefur aldrei náð hann þannig að hvað er að gerast í hausnum á þessu lið? Maður skilur ekki þetta, það er auðvitað ekki takt að skilja þetta. Það er bara, þetta er einhver einkennileg þörf. Það er bara, fyrir þeim er þetta örugglega eins og fíkniefni. Fá eitthvað svona skríti hæjútri virðist vera. Og hver var það Iceman sem sagði, sko, þú drepur eitthvað, þá fattar það strax. Annarkvort líður eins og þú sett Guð, eða þú brotnar niður og fyrir að grenja. Já, ég held að hafi verið hann. Held að hafi verið hann, sko. Og hann sagði að það væri fæsta típunar sem auðvitað líður eins og Guð, sko. En þær eru og maður getur alveg skilur ef það líður alveg eins og alvöru Guð getur ímyndaði tilfinninguna ég veit að ég myndi brotna niður okkar ég myndi alveg definitely og örglega bara 99,99% af magninu en ég veit nú ekki töluna en kannski ekki það hátala myndu kannski segja 95% það er örglega 5% sem myndu bara gera það ekki að því að komast possibly en já, þetta er víst rosalegasta röss ever. Það er bara betra en öll fíkniefni og allt sem þú getur fundið víst. Ég ætla að vona að þessum ekki að hvetja einhvern Íslending hérna snaruglan til að fara að tjekka á því. Getur kannski gert svona public service announcement að ekki gera þetta. Ekki drepa hann, annars ertu fucking fáiði. Það er fucking fáiði. Já, dreftu sjálfa eða þú ert að pæla í þessu. Eða þú ætlar að pæla í að vera fucking fáiði. Já, En hvað ertu með fyrir okkur dag? Ég er alltaf svo forvitinn þegar dagið fyrir tölvuna, sko. Nei, ég var bara að loka glukkum, sko. Ég var bara með Heaven's Gate seinast, sko, svo opið núna, sko. Að þeir drápu sig 3 hollum. Já, ok. Já, passar. Já, það fyrir að hópsús þetta allar svona tíma. Já, what? Já, það voru þetta 3 hollum yfir nokkra daga, þú veist. Sem er svakalegt, já. Öll klædd eins, öll í einskóm, öll með sama dúkin lagðan yfir sig, sko. Og byrju dráp þá fyrsta hollan og síðan koma hinn 15 fyrst og allir síðan aftur 15 þá þurfa að fara með þá og síðan undirbúa sig svo voru bara allir þarna sko í húsinu þau leigðu mansion í Kaliforníu sem þetta gerist eitt í sko það var eiginlega ekkert inn í þessu húsi nema bara rúm það voru óalega spes sko ef fólk hefur áhuga á þessu þessi 2 sem eru byrjar að hlusta núna þessi 2 því ég veit að bætt stið núna að horfa á þetta því Heaven's Gate er alveg magnað þar einmitt sérðu sko einn mann hvað hann gjörsamlega tekur yfir mikið af fólki sko og þannig að því að þeir koma með videotapes innan úr kultinu þar sem er verið að taka viðtöl við meðlimina kallmenn litu allir gelda sig fóru til Mexíkó, litu gelda sig já. Og þú veist það er svo margt weirdu þetta sko og svo var auðvitað sjálfsögðin sem gerist í öllum sértóðsöfnum slitið sambandi og alla fjölskyldumeðlimi það eru upptökur af símtölum á milli fjölskyldumeðlum og eitthvað þegar liðar að segja nei ég vil ekki hitta og það borgar sig ekki núna þetta og hitta það er svo margt það var hérna í Netflix myndinni það er saman þess að sko þannig að þetta er alveg þetta er magnað sko þetta er ruglað sko varstu búin að sjá rússneska Jesúin hann sem fóð með hann sértróðsöfnunum upp í fjöllin hann ég man nú ekki hvað hann heitir nei ég held ég hann ekki sé það reyndar það er sko ég man ekki hvað samfélagir eru með svona lítið þorp hann og síðan kemur hann alltaf niður hann er í einhverjum kofu upp í fjallinu síðan kemur hann labbandi niður í kúl eins og Jesú með svona sítt hár og allir bara fara niður sko og hann labbar hann og reyndar gaurinn sem fer hann og er hleypt hann inn af því að þau eiga þetta land og leifungum að vera hann hann er að tala sko, ég minnir að hann hafi verið annarkvort breskur eða bandarískur og hann er fyrst að tala í byrjunni bara já þetta er enn eitt drullan en að ég ætla að koma upp og sína hvað þetta er ógeðslegt og eitthvað en síðan fer hann og hann upplýði bara, hann talar það eftir hann er búin að taka upp allt sem hann er að taka upp hann og hann sér ekki neitt slæmt og allir eru brosandi og virðist vera ánægðir eins og er nú alltaf í þessu seldarsöfnu en hann talaði reyndar það eftir á bara ég fann ekki neitt neikvætt það voru allir svo ánægðir og hann dvaldi þarna í einhver tíma
og hann bara, þetta yndislegt þorp og ég meina ef þetta verður alltaf svona þá sé ég bara ekkert rámt að þessu en gallin að allir þessi sértrúarsöfnur þetta fer alltaf sömu leiðina þeir bara byrja að sofa hjá öllu gælunum og svo kvissast það út svo kemur einhver að vill tjekka á þessu og þá kannski var rannsaka eitthvað þá byrja paranoian þá fyrir allt til anskota sko. Þeir byrja allir rosalega vel og það allir rosalega happy og þetta frábært þangað til þetta fer alltaf þangað til það nefnilega málið sko. Það illa rugla sko. Rúmlega Krossin var nú hress á sínu tíma það var skemmtilegt fórstu krossin ekkert nei, ég lítar alveg að sig við vorum alltaf sko við erum alltaf á okkur sko þetta byrjaði hérna í ekki auðbrekkan hérna í Kópavogi eitthvað það heiti það gatan hérna það voru með eitthvað lítið húsnæði þar sko ég man eftir því þeir voru þar þú voru í auðbrekkunni eða ekki auðbrekkunni, pottet í auðbrekkunni og við höfum ekkert að gera hérna sem úlningar í Kópavogi þannig að all skemmtunum var að fara hérna og sitja á aftasta bekk og já, horfa á þetta og þetta var svo furðulegt sko og síðan Siggi Kalli meistari ég ætla nú að fá hann eitthvað í spjallina hann er skemmtilegur hann mætti eitthvað með eitthvað gerfi byssu þarna svona leikvakabyssu og var síðan handtekinn af nokkur lögreglumönnum þarna þau öll búin að læsa sig inni og hann eitthvað ég ætla að skjóta ykkur 14 ára gamall hann var alveg sturla hann reyndar ég ætla bara að henda í útsíki og verður að afsaka mig en hann líka við vorum ég man ekki hvernig að byrjaði við vorum á svona skóla hittiki Þingholtsskóli og síðan, ég man ekki hvernig þessu umræða byrjar ég man bara, hann var að tala að hann var ekki hommi og hvernig hann uppgötaði það og við vorum nú hvernig uppgötaði það já sko, ég verið þrísom ég og annar gaur og einn kona og síðan þegar hinn gaurinn kláraði þá lenti eitthvað af því á mér og það var þá sem ég vissi að ég var ekki hommi Mér finnst það ótrúld þannig að þurfti að hugsa þetta svo langt þannig að þurfti alveg það Ég líka kapnaði þegar hann sagði þetta Þessu verið góðu sko Já, ég bara dó sko Siggi meistari já, hann ég þarf að fá hann hérna þetta er hann í nót sko hann segir skemmtilega hluti en ég held að reyndar með Sigfús líka en við sjáum hvernig það Ertu búin að vera að fylgast eitthvað með Elon Musk? Nei, voðalega lítið Ertu búin að sjá núna þegar hann greip eldflaugina? Ég reynda að sá það var hrikalega töff Rosalegt, sko, ég er ekki búin að sjá geturðu fundið út hvað hann er þung ég sá hann var 250 tonn en það er við til að undan sko en hann ætlaði að reyna að minnka það niður sko og ég bara spáði ef hann segir maður hann að minnka 50 tonn niður í 200 hann var að grípa 200 tonn sem er að koma niður það er bara sem er jafn hátt á Hallgrímsturninni ef ekki hærra veist, Þetta er náttúrulega þyngsta flugfar eða hvað sem maður að kalla þetta sem hefur verið smíðað nokkuð tíman þyngsta og stærsta það var aldrei verið smíðað neitt jafn stórt sem þau eru látið fljúga sko. Þetta er rosalegt Það má samt ekki gleyma að bara helmingur fyrir niður sko Það er enda rétt sko. En þetta er samt ástærð við Hallgrímsturnin sko sem kemur niður Hann er sko 24 hæða stór sko Spáði því og þetta voru bara 2 armar maður spáði hvað þetta er sterkt maður Turnin hérna er á Smardargi er 19 hæðir Já, spáði því Þetta er hærra en það til þess að henda þessi samhengi sko Já, vel gert sko Stærri en turnin en það smárunum já og sérðu þyngdina á sig þannig staðar Ekki alveg það er sem sagt hann er einhver það byrjum 275 tonn þess að neðri parturinn það er bara síðan er ábyggilega einhver bensínafgangs og okkur svo leys þannig að þú veist þegar hann er þetta 3675 tonn þegar hann fyrir upp Já, en segjum bara 275 veist bara þetta er ruglað þetta er rugluð þyngd sko að hann hefur verið að gera það en hann er að gera annað síðan varstu búin að sjá hann velminnin Já, ég greipi þetta á TikTok Já, ok og sá ég þetta eru bara, þeir eru jafn stóra við Já. Og já, búið að sitja þarna iRobot myndi með Will Smith Ég sá það þarna, búið að mixa þessu saman ég sá það einmitt Já, því að þetta er pínu spooky ok,
þú ert með þetta heima þér og þetta er tengt Wi-Fi-inu þetta á alltaf tengjast Wi-Fi svo að geta tengst Tesla eins og Teslunar bara bílanir segjum að þú sért algjörlega bara eins og fjöldamörginu sem vorum að tala bara einhver þroska eftir einstaklingur þú getur hakkað þetta helvíti farað að stjórna þessu gegnum Wi-Fi-ið þú ert bara eitthvað að vaska upp og síðan bara kemur þetta aftan að þér og stingur í bakið Nákvæmlega. af því að einhver fucking geðsjúklingur er búin að hakka sig inn í þetta og ætlar að drepa þig ég myndi ekki þora að hafa þetta heima á mér Nei, en svo ég veit ekki hvort það sá stað að kom í Daily Mail held ég að þess að nú er búið að viðurkennast að þeim var að hluta til stýrt af mönnum þeir voru ekki alveg automatík ég var að tala við Davíð um þetta Davíð er svona snillíkur, hann flettir öllu upp maður og Davíð fletti hérna upp að Tesla vill ekki gefa upp hversu mikið það voru influensa velmennin vorum við að ræða þetta var ekki fyrir þetta eða eitthvað Jú, en þeir líka voru ekkert mikið að reyna að fela sko, það var sjórna af þeir eru að vita að þetta myndi komast upp þannig maður veit alveg að fólk getur þróað allan fjandan í heilunga tíma og svo vitir eitthvað og svo kemur það fram og það er geggjað sko. En mér fannst þetta koma svolítið hratt sko, og vera orðið of mikið genius strax Já, velmennin Mér fannst það spooky að vera viðurkenna og sérstaklega ef þú hlustar á þau tala þú veist, þetta var svo flawless hvernig þau svöruð það var eitthvað ekki rétt við þetta sko. Já, ég hef myndið horfað þetta vídeo aftur þegar ég sá það ég hef myndið getið trúa að það væri einhver þarna sem væri annarkvort að skrifa behind the scenes skrifa hratt eða bara að það var tala um að það voru mismundi rattir á þeim að mögulega er human assistance er mögulega kannski talið og svoleiðis hvað veit maður samt sko ég hugsa að það er mynd líka eins ég fór að pæli sko að þeir hljómuðu svolítið velmennilega og Bjarki vinur minn til dæmis hann getur skrifað hraðar en hann talar á lyklaborði það er ruggla hvað hann getur skrifað hratt þannig að þú spurði spurningu þá er bara svona gaur eins og Bjarki bara skrifar þetta á núleitni og þá svarar það getur verið að væri eitthvað svoleið sko í gangi en síðan er annað sem ég sá þarna já talandu það líka Neuralink chipið þarna þú veist ég var svo hræddur allt svona því að það eru hakkarar sem eru að hakka sig inn allstaðar hér og þar það er komið með eitthvað inn í hausinn sem er að stjórna einhverju inngjöfum og rafmagna því heilin eru þetta bara rafmagnssendlar og getur bara nú ætlum ég að fokka allu upp hérna bara allt í nú ert þú orðin bara ég veit það ekki þetta er spooky þetta er mjög sketchy þetta er sketchy sko. ég held að við séum ekki alveg tilbúin í það það er mikið að drullu svo koma núti sem myndi bara að breyta heilunum bara því að mér finnst það gaman akkurat þeir eru til sko nóa en síðan ég veit nú ekki hvort getur þú eitthvað að tjekka á þetta ég sá að Tesla er að koma nýjan síma eru búin að sjá þetta? Ég var ekki búin að sjá þetta þarna eins og ég segi, maður trúir ekki inn á internetinu ég rak bara augun í þetta í dag því ég var að skoða hans velminni betur maður veit ekkert lengur sko. Nei, það er nefnilega málið, þetta bölvað internet maður ég held að við erum eftir að fókja þessu því að maður nennir ekki að láta ljúga sér það er svo oft sem maður skoðar eitthvað svona kemst að því að það er algjört kjöft að því þá er maður kannski búin að segja félagunum frá því og það er ekkert eins leiðilega að vera að dreifa lögum sko. Nei, nákvæmlega en internetið er alltaf að ná manni internet virðist vera að það líklegast ekki satt að það sé sími Ertu ruglað við Starlink í síman? Sko þessi sími átti að heita Tesla eitthvað þetta er bara sem ég sá, ég man ekki hvað Tesla ekkert sem ég veit sem hefur verið staðfest á neitt nátt sko en þar sem Elon Musk er að gera með síman er hérna þú veist að verða Starlinkarna og lítið svona satellite og getur fengið svona sem ég absorb pizza stærðinni og þú getur bara tengið snjöldin hver sem er Já, hann sýndi það í Afríku Já, þetta er út all heim panta þetta í Íslandi núna bara, veist en þeir eru núna að breyta því að þannig að símið þinn bara út með Samsung bara S23 eða S22 eða whatever þeir getur bara tengst í beint án satellites Í það? Já, okay. Þeir eru að testa það núna sko Ég fíla Elon Musk með þetta að gera hann er drullusokkur en hann er samt að gera svo mikið að maður fyrirgefur honum fyrir að vera drullusokkur hann er crazy genius ætla hann sé vondur eða góður ég held að hann sé nú góðugurinn en hann er samt svona hann er með svo skemmtilega crazy tendencies þannig að stundu veit maður ekki alveg hvað maður hefur hann, sko. Ef þú spáður í því sko. horfður á viðtöluðan alveg bara er hann að fara að koma heimtíminni eitthvað hvað er að gerast því maður er stundum ekki alveg sjór með hann sko svona mystík já það sem hann kemur út úr hann líka með Saturday Night Live ég ætla að það gæti nú verið enn eitt bullið þetta var viðtal eða alltaf þetta falsa allt þegar hann fyrir að
pæli hvort Saturday Night Live sjóið live eða ekki live eða hvort sé smá delay og þá talar það að hann sé að fara í þáttinn, sé að fara að stjórna þættinum og hann ætlar að taka út litla spennan í þættinum og ef það verður klippt þá þetta ekki live og veist og hann segir þetta í viðtölum maður bara what the hell, þú ert ríkast maður heims þú veist ekki ríkast maður heims en þú veist allan hátt uppi og hann titlar þessi ríkast maður heims hérna að Vesturlundum þó þannig ég nú ekki séns í þess að sáta sko eitt sem hann á meira en allir aðrir gerfunáttdiskar satellites gerfunetti já hvað var marga? Hann á svona 2/3 af öllum 2/3 af öllum? Það þá bara 4.000 eitthvað gerfunettir eða eitthvað ekki 6.000 gerfunettir virkir á Stórbraut? Nei, hann á ég held að hann á 7.000 allir hvað eru komnir? Ég held að vera 6.000 hann skjótandi mjög mikið hann greiðlega búið bæti í það maður það ekki skrítið að séu svo mikið myrkur alltaf já ég var nefndið að tala að pappi það og vorum hérna daginn og hann eitthvað svo stjörnur og svo fallegur ég sagði pappi það engin stjörna en við sjáum það ekki þetta allt gerfin, þetta í low orbit hérna þú sér það því að þeir glitra svona já, blikkið þannig þekkjum maður það og ég sagði sérðu þetta blikkar allt sem við erum að horfa á hérna bara í alvörunni ég held að hann haldi líka að geimurinn sé ekki mikið stærri heldur en sólkerfi hann að þeirri kynsluð það er svolítið annið sko en getur þú fundið út hvað eru margir gerfinettir svífandi að nöpi maður nú er í forvitin þetta er athyglisvert sko þetta er nefnilega athyglisvert geimurinn athyglisverður hann það sko það er ekki alveg vita það virðist vera mögulega komið yfir 12.000 það er rosalegt magna gerfinettum 12.000 stykki svífandi það er ekkert grín fyrir að þú ætlar að fara út í game og til túnsi segja eitthvað, þú eru að rekna þetta allt út bara ég þarf að skjótast á milli þeirra svo lendir ekki að þetta er svo umferðin á Miklubrautin 7:30 mótnanum hvernig maður komast ég veist líka eitt annað sem ég sá það var daginn bara, svo ég vil handla 2010 þá vorum við með 997 2010 maður sér að líka línuritum sko, við ætlum að fá sjónvarp hérna þannig að það sem við erum að horfa á þarna það komið hérna við erum bara low budget þau eru nýbyrjaðir á þessu við eittum öllu peningin í þessar græjur 2019 kom í 2200 síðan alltaf í 2020 3200 2021 4760 2022 6749 þetta byrjar 2019 byrjar að bara rísa þetta er sem gerist oft með tækni þetta er helst hægt rólega gegnum árinu 1990 vorum við með 464 þannig að þetta tvöfaldast fyrst á 20 árum og síðan núna er þetta búin að tífaldast á 10 árum Nú skil ég okkur þegar við vorum með gemsana litlur og náðum aldrei sambandi hér og þar þetta með að fara út og eitthvað nú skil ég okkur að maður getur verið hvar sem og tala í gemsan þetta er bara að geisla okkur í klessu reyndar þetta símagörun er bara ofn á öllu byggingum þetta er ekkert, símadóti er bara turnar ofn á öllu byggingum Já, reyndar, það er orðið þannig maður það var þetta TNT sem var í gerfunatónum TNT-kerfið NMT Hvað sér þetta? NMT Já, ok, segja hvað ég veit lítið TNT, sprengja, flott maður sprengjum við allt maður ég á eftir að koma svo mikið af svona bulli og nefna fólk öðru nöfnum en það heitir að við erum bara rétt að byrja sko. En þessi tækni sko, og já, geimurinn mér finnst áhugavert daginn það var að tala ljósfræðina var eitthvað að skoða það er mikið og sko, við erum 8 mínútur að ferðast til sólarinnar á ljósfræða hún er það langt í burtu og maður er aldrei spáð í þessu veist, ef sólum myndi hverfa núna bara puff, bara slökna á henni svona, þá myndum við samt sjá hana í 8 mínútur þegar ljósi frá sólunni er að koma í 8 mínútur við myndum bara horfa á hana þótt hún væri ekki þarna mér finnst það svolítið merkilegt það er svolítið klikkað sko, hugsaðu það sko já, þess vegna sko þegar við erum að sjá stjörnur sem eru endalaust langt í burtu í öðru sólkerfum og ekki öðru sólkerfum heldur bara já, í Milky Galaxy bara lengst í burtu það, veist, hún er jafnvel sprungin og við bara sjáum það ekki veist, að því að það tekur kannski nokkur 100.000 ár fyrir þetta ljós að koma hérna kannski úr aðrar stjörnuþokur reyndar
en við erum bara eitthvað þetta allt lýsandi þarna en þetta löngu búið við erum einhvern veginn, að sjá svona aftur í tíman þegar við horfum í geiminn, það þetta að horfa það því að það svo lengi leðninga bara eins og, ljós sem við sjáum frá sólinni orðið 8 mínútur gamalt þetta margt svona en ég ætla nú ekki að vera að tala meira geiminn fólk hefur maður þarf nú að vera með einhverju eins og ég til að hafa áhuga á því sko. Ég held það sko. En út í tónleika maður Djapla Joe var að spila daginn Mistaði því miður margir eru glæði sko. En ég held að það ekki farið fram hjá neinum Íslendingum og okkur aldrei allavega Nei, það hefði verið geggjað að sjá það sko. Svakaleg tónleikar Þegar ég var að spila í Galnada við hittum uppnóksunum fyrir Djapla Joe þannig að Býttu nú við? Varst þú að spila í hljómsveit? Já, vinnur. Þú segði mér það aldrei, ég veist það ekki. Ég spilaði síðast á tónleikum fyrir 22 ára síðan á Airwaves. Já, einar maður. Og þeir sem voru að spila með mér á þeim tónleikum voru hljómsveit sem heitir Changer og hljómsveit ég get bara nafnið týnist alltaf við aðeins. Þetta kemur sko. Já, þetta kemur. Já. En ég byrjaði að spila, tók átt í músitillurum og allir anskotna og spila átt allar til þessu. Ingólfstorgi. Hvað þetta fór fram með maður? Ég veist þetta allir. Lúmsku strákurinn, sko. Ég hef... Skálmöld. Ég spila á Skálmöldar að spila með ykkur. Já, ok, geggjað maður. Og það var sett í hinuhúsinu á Airwaves. Og mér fyndi að spila með Changer, mjög þungljónsett, Skálmöld náttúrulega eins og við þekkjum allir, þungljónsett líka. En við vorum svona, eins og okkur var lýst í Sound tímaritinu, við maður setti Sound sem var til hérna einu sinni. Tónlistatímarit kom út í einhver örfá ár það voru einhver lýsum svona útvarpsvænum svona eins og Foo Fighters Var einhver lýst þannig? Já, útvarpsvænum svona svipað á Foo Fighters það var ekkert að því sko það var nú ekki langlýst bandur því miður en mjög gaman sko Já, ok magnað maður og þú hvað sagði, hittaður upp fyrir Djapla Joe? Já, í einhver örfá skipti sko Þetta voru mínu fyrstu tónleika þú séð þá allavega Já sko, Palli röddin í honum rosalega ennþá hann auðvitað búin að halda sig gangandi hann mikið í kirkjunum hann svo fallega að rödda hann alltaf látið hann kveðja með söng sínum og hann hefur haldið henni við og þetta voru ég bara mæli með því að ef þið hefði ekki séð Djapla Joe það eitthvað sem þið verða að sjá þetta ef þið fílir rock and roll sko og Gunni Bjarni það klikkar ekki sko hann aðeinsluður þetta eitt skemmtilegst karakterinn sko hann karakter sko ég nú það heppin að ég þekki nú alla nema orkeiðleikara eða píóluleikara hvort sem að vil láta kalla sig en ég þekki alla hérna og ég spyr Palla eftir tónleikana kíkja í podcast og ég fekk svona kurteist nei, hann ennir þess ekki hann bara svona gauður sem vill bara vera á sófónum og horfa á Netflix og hann rosa slagur sko og ég ætla nú að fá Kitt og Gulla sko. Ég er búin að hitta á mitt báða núna með stundum vilbið þið byggur náttúrulega ská fyrir neðamenni sko, áður en ég voru inn í Kópavoginum sko. Já, það? Já, þannig að þegar ég skal bara sýna þér eitt ganni í símanum ég verð og þetta mjög gaman þessu en ég nú búin að minnast það að í fleiri en einu þætti nú þegar sko, þetta eru einu mestu snillíkar sem ég hef kynnt sko. þeir eru sjúklega fyndnir æðislegir sko það segja líka allir það bara, og ég hef alveg heyrt oftar en einu sinni bara, ég er mjög þakkláttur fyrir tíman sem ég fengi að hanga með þeim og margir búin að segja þetta ég var að segja þetta, hérna sérðu Gulla Kitta á mig út á grasi heima hjá mér hvað eru, 4 ára eða 5? 4-5 ára já maður ég sendi Gulla þessu myndi daginn og hann hendi þessi prófílmyndi leið æðislegt maður þeir eru miklu fjölskyldumönn sko mamma líka alveg stórkostlega sko Guðrún frábært fólk sko já, virkilega skemmtilegt fólk sko hún var fyrsta konan ef ég held að þessi rétt hjá mér og hvort hún hafi ekki verið fyrsta konan því gamla það hjá þessu fólki sko gamla fólkinu þá var þetta bara sjónvarp á 50-dögum eða eitthvað, var ekki bara þannig sjónvarp á 50-dögum og síðan var ríkisútvarpið og það var ekkert meira, það var ekki miðl það var ekkert internet auðvitað en eitt svoleiðis það var bara eitt útvarp og sjónvarp á 50-dögum þannig að komast þarna inn það var mjög erfitt og ef þú komst þarna inn það varstu bara rockstjarnar sko en ég held að hún hafi verið fyrsta konan til að komast þarna inn til að taka viðtöl við alls konar fólk og það segir bara hvað hún rosaleg og það gefur líka til kynna bara
Akkur þeir eru svona djúpir, þú byrjar að tala við þá hvað sem veist, þeir eru miklu grínistar en þeir eru að vera alvarlegir og þú vilt tala við þá mannlegt eðlið eitthvað, það magnað sko. Frábæri bræðinni sko. Já, ég þarf að fá það hérna og síðan Gunni Bjarni, hefur Djaflat Jó. Já, það einn mesti karakter sem ég veit. Það eingin eins og hann. Nei. Ég fór hérna fórum, hann býr fyrir ofan, hvað það? Já, ég vil nú ekki segja hvað það er rétt fyrir utan Reykjavík. En hann með svolítið falin bústað þar og sumumbústað sem alltaf hægt að kaupa sumumbústað, þetta er 2 hæðum og mjög stórt, þetta er bara timbur innbýlisústansið og mjög fallegt þarna og laut þarna og svona lón þarna svo getur dýftur honni og sint sko og hann keypti allt þetta land, bara dásalegt og hann lendir í skrýtnustu hlutunum og við förum hann upp yfir, ég, Kitt og Kulli og já, það ég held að sé bara fyrsta kvöldi sem ég að hitta hann sko, kynnast honum og það var búið að segja mér bara, þetta er bara rosalegt, Gunni Bjarni bara þannig, hann lendir í þessu fáralegu hlutum, það er bara gaman að hanga með honum út frá því, en hann er líka bara mjög skemmtilega gaur og við sitjum inni og hann byrjar að spila og ég elska live tónlist og ég elska listamenn, bara alla listamenn, málar og allt, þannig að fyrir mér var þetta bara heiður, þetta er bara gaurinn, heilin bak og Djaflat Jó, samt allt, sett allt saman og veist, það væri ekki Djaflat Jó án Gunnar Bjarna. Nei. Og hann á gítarunum og ég situr á bjór hérna og hvort við fengið okkur, ég held að ég fengið mér smók líka hérna, þannig að ég er bara mjög góður, bara yes, og bara njóta mín, bara mjög lítið ljós og bara hérna er kallinn sjálfur, bara wow, þetta er bara svona heiður að sitja hérna. Síðan allt í mjög, búm, bara springur magnarinn og kemur eldur úr honum. Við erum þetta í timburhúsi, skilur, sem þá er hann ennþá að byggja það, þannig að eftir mér að mála vörnina á timbrið og allt, sko. Gunni bara, hendir hann að gítarunum, grípur magnarinn, byrjar að hlaupa út, nema hann er með svona hlunga víra, svona þykka víra, og þeir eru fastir, sko, í eitthvað, hvort að, ég man ekki hvað hann var fastur í vírin, sko, einhverja græjur hann er mikið að græja. Þannig að hann var komin að hurðinni, þá stoppar hann, og hann bara, oh my god, nenni að losa vírin, við þurfum að fara og kippa vírin, slíta hann úr, sko, og hann stendur hann með brennandi magnara og við höldum bara að þessi alltaf var að brenna, þetta var fyrsta kvöldi sem kynast hann. Og þetta, sér sagði Kitt og Gulli bara, þetta er bara Gunni Bjarni, þetta er bara, svona er að hanga með honum, þetta er bara típist kvöld. Allt og gott sko. Já, hann stóð undir orðspuri, það er nú önnur saga, en ég veit ekki hvort ég að segja hana, ég verð að segja þessa sögu, sko. Sorry Gunni minn, bara ég elska þið, við elsku þið, en þetta er bara rock'n'roll, sko. En þeir túruðu mikið á sínum tíma og voru mikið hérna á sveitaböllunum og síðan fóru þeir á eitt sveitaböll og ég bara enn og aftur, sorry Gunni, en ég verð að segja, þetta er ofgóð saga. Og þetta er reynda fræg saga, ég held ég sé að örgulega helmingurinn í Íslandi þekkir þessa sögu, sko. En þeir eru á sveitaböllunum og sveitaböllunum í gamla dag voru mikið slagsmál. Jú. Og vildir ekkert verið í gæslu þar og ef það var gæsla voru það 2 gaurar kannski sem áttu það að sjá 700 manns eða 800 manns og rugglaðasta liði fór og sem var bara allir slást og þetta voru bilað. Ég hætti að fara sveitaböll, ég þorði ekki bara. Þetta voru risky business, njálsbúð og allt þetta dóttan. Þetta var bara, maður fór bara þegar þú veist í 20 manna hóp, þá fórstu en þegar þú veist einnan, þá varstu bara lamin. Það var örugt, já. Þú hættir alveg að fara einn á svona dót, sko. Það var ekki hægt. En sko, já, allavega krátið þarna þetta er mjög æstu staður og þeir fara á svið og þeir eru búin að vera að túra út allt land. Þannig að þeir eru orðnir rosalega búnir að því og þú veist hvernig það er þegar maður er búin að því, maður fær sér nokkra drykki og það er eins og að klára heilu flöskuna, sko. Og Gunni lendur í því, hann fær sér nokkra drykki og hann bara ekkert búin að sofa og var bara mjög drukkinn og þeir byrja að spila og Gunni er bara ekki að ná að spila þannig að þeir segja, við ætlum að taka smá pásu, við komum fljótt aftur og fara sem bara Gunni, hvað er að ske maður? Og Gunni er bara alveg farinn og síðan er krátið bara byrja bara að öskra og byrja að henda stólum hana og sá sem er að halda þetta kemur hann inn bara, þetta eru hættulegt, þið verðið að spila ef þið komið að náttúrulega þið vildu cancela, hann Palli sagði bara, við ætlum að cancela þessu og hann bara, nei, sko við verðum bara landir, ég verð lamin, þið verð landir þetta bara, þið getið ekki cancela þeir eru að henda stólum innan núna og það heyriðist bara, hvað er það bara frammið, sko, og allt var vitlaust og það var grátt bankað og þá kemur einnina, sætlina, ég sá að gítarleikarinn, hann er ekki upp á sitt besta og ég er gítarkennari og ég geti tekið við eða eitthvað, ég kann öll lögin ykkar
þeir bara takk þannig að þeir fara sko upp á svið og byrja bara að spila nema Gunni Bjarni, hann fyrir út á bílastæði hvort hann hafi fengið sér sígaret eða æla eða eitthvað sko en síðan hann svo drukkin að þeir frétta sér á honum en þeir sagt hljómsveitin eftir á að hann kom síðan inn labbaði på barnum, hann ætla að fá eitt bjór og bara þegar þeir bara ok það hverjir að spila hann og hann bara ekki alveg á staðnum barþjóðnin bara þú átt að vera að spila fíblið djafla tjó hvað í gangi ég var ekki búin að heyra þetta en þetta kemur samt ekkert óvart nei, þetta ekki neitt sko ég með fleiri sögur en ég held að ein saga djafla tjó það nóg til að byrja með sko en þetta allt miklu karakterar og ég óskaði bara góð skengis og ég veit að ég fæ nú kitt á gulla hérna, ég er búin að þekka þá svo lengi en ég ætla nú að tala að Gunnar Bjarna það nú ekki til viðtal við hann ég Palla held ég veit ekki með Palla samt en ég held að sé ekkert með Gunnar en það sko með Gunni hann fílar heldur ekki athygli þess vegna flutta hann bara hérna úr bænum hann nennir ekki að vera í ruglunni hér og nú veit ég held nú ekki að við getum alveg sagt svona Sigur sælasti leikstjóri landsins þá vita nú allir hver ég að tala sko hann hringdi nú í Gunna og vildi gera heimildamynd Djafla Djó Gunni bara nenni ekki það bara, og það hefur verið góður penningur í en það segir bara þeir eru bara þeir eru ekkit svona þeir eru ekkit í þessu til að vera rockstjörnur þetta eru bara listamenn, alvöru listamenn sem elskar að skapa og það alvöru listamæður sem gerir þetta út af listinni ef þú ert að mála eða skeri við búið til tónlist bara hvað sem það og finnur þörfuna til að skapa þá skapar það alvöru listamæður en síðan og þessu margir sem eru ekki með neitt talent eru bara með grænt hár og einhverja fjólublaða tennur og tatt út allt andlitið og eru síðan alltaf að gera eitthvað svona freaky shit eiginlega bara svona eru með hæfileika bara eins og hæfileika keppnin í grunnskóla þeir eru ekki betri en það sko krakkarnir en þar en eru samt frægir það nútíminn og meðan að gaurir eins og alvöru listamenn eins og strákarnir í Djafla Djó oftast eru listamenn bara rosalega introvert manneskjur og vilja bara fá þeir í friði og skapa en þeir eiga bara erfitt með að komast á framfæri út af þessu bulli sem í þessu athyglisríka þetta þarf alltaf að vera svo ógeðslega flashy í dag og það þurfa allir að vita hvað þú ert og þannig byrjar þetta það að skrýtna sko í David Bowie og allt það nú eru margir að hugsa það eru 80s tímabilið og David Bowie og þessi strákar voru hann flashy en þeir byrjuðu venjulega þá litu venjulega og þeir komu með talentinn og þeir voru samþyktir og þá eru þeir oft flashy eftir á kemur hann hvað heit hann, Issi var ekki breytti sér í Issi karakterinn var ekki David Bowie, heit ekki Issi Siggy Stardust Siggy Stardust fyrir Siggy Stardust ég kann að virða David Bowie en ég var ekki mikill fan, ég var meira í Doors ég er alveg með það sko alveg með það sko en það kom eftir á en í dag, þá kemur þú bara með fríksjóið einhvern veginn sem listamæður svo kallaður og þess að enga talenta og oftast selur út að vera svona fríki þetta furðulegu nútími það skrítið maður en frá því, frá Djafla Djó og bara takk fyrir tónleikana strákar og enn og aftur ef þið ekki séð Djafla Djó endilega kíkja á það ég ætla nú að minnast á eitt henda inni, ég ætlaði nú að gera það í byrjun en við vorum að eignast einn heimsmeistarann það í deadliftu hvernig flokki það hún Tinna Ásta Pálsdóttir og það hann nafn Tinna Ásta og sem kemur nafn þar og ég ætla ekki að gera það með því að reyna að bera það fram sko en Tinna Ásta Pálsdóttir var í Slóvíku og hún tók 218 kíló í deadliftu sem var heimsmyndið en ákvæði síðan að bæta það upp í 225 kíló 7 kíló þetta magnað, það engi fjölmiðla fjallmynd á Íslandi hún býr inn í blokkinni og hún svona svolítið hluti þegar ég byrjaði að fyrir ræktina hún með stærri handleggi en ég hún rosaleg, hún kraftur í henni en það skemmtilega við henni að ég talaði við henni eftir að koma í podcastið þegar daginn og hún bara, ég nenni ekki neitt athygli mér finnst þetta bara gaman ég bara að lifta bara til að skemmta mér og ég get alveg fengið spons ég var að reyna að auðlýsa mig en ég nenni ekki og mér fannst það skemmtilegt sko þetta bara jarðbundin maður
Já, hún Þetta er jarðbundi, sko. hún er mögnu sko, það er kraftur í henni og ótrúlega skemmtileg kona, þannig að við óskum bara Tinnu hérna til hamingju með þetta og langi með þetta. og til hamingju Ísland bara við hefum nýjan heimsmeistara, við erum svo íkt Já. bara þessi litla smá þjóð Já. og síðan, sko, þetta læti mig alltaf hugsa um vinkona mína sem sagði alltaf um daginn að því að hún var að tala um að innflytjendur, við þurfum innflytjendur að því að DNA-ið og genin í okkur er orðin svo léleg að við þurfum að því að við erum svo náskild að við þurfum alltaf að fá núna innflytjendur til að bæta í DNA búlu okkar og síðan sem að þetta, við erum að vinna heimsmeistaramót, við erum að standa okkur vel í fótbolta, við erum að gera bara hvað er DNA-ið ónýtt þarna? Við verðumst vera að gera helviti góða hluti en ekkert að þessu. Ekkert að þessu sko. Ekkert að þessu. En ertu búin að sjá Kota Terminal, Carbfix? Nei. Ég er búin að tala um það ég var að sjá hérna ég held að það gerir sér engi grein fyrir þessu þetta er einhvern veginn búið að vera lengi í gangi og þetta er nýkomið upp á yfirborði og þetta er búið að fara framhjá eiginlega bara öllum og veist, þetta minnum á kísilverksmiðjuna mannst þetta því ævintýri ég finn einhvern veginn þannig líkt að þessu viðbjóði þetta er kallað Kota Terminal kallað Carbfix og ég heyrðum þetta Carbfix sko þetta Kota Terminal, ég veit ekki það er verkefni sko, en það þurftu að setja eitthvað svona hey, Carbfix, eitthvað Green Power, eitthvað svona bull sko, það þarf alltaf að heita einfalt svo náun og almúunum bara með því sko það er bara, þess vegna er alltaf Hollywood stjórnuna að breyta alltaf nöfnunum, það er bara, hann er töff, hann heitir Rambo eða eitthvað skilur það þarf að vera svona cool en sko koldíoxíð, það er frá bara efnaiðnaði úr Evrópu og við komum með það hingað er þetta ekki að það er að flytja inn og dæla það svona í jörðin hana? Nákvæmlega Hafnarfirðinum? Já. Hvaða rugl er þetta? Ég veit það ekki Sko, að vera skoða þetta, þeir eru byrjar á þessu held ég sko Þeir eru búin að gera eitthvað sko og svo er ekki, þeir voru búin að dæla 150 tonnum með eitthvað niður að hvað hann var Spáði því sko Það var eitthvað svona ruglað sko Ég var að lesa grein í dag um þetta og þetta er kallað snefilefni þarna sem er ekki búið að ná að hreinsa úr þessu þarna úr koldíoxíðinu og þessi efni eru klór, brennisteinn, ammoniak, sink, kalsíum, arsen, barin og kvikasilfur. Þetta er bara the good stuff. The good stuff. Við erum að setja þetta onni í jörðin okkar. Já. Af því að það eru leifar af þessu efnum í þessu, það er ekki að reynsa þetta nóg og veist, það er ekki að segja mér það sé bara að ruggla að sitta þetta og síðan var hann að tala um það sko að það er áætlað að kleifavætt geti hækkað 100 cm við þetta Já, 100 cm þetta er ekki smá makt sem er að fara og ef þetta getur ítt kleifavatni upp 100 cm þá kemur drullan upp eitthvað það getur bara ekki hann að verið sko. það getur ekki hann að verið þú veist, bara hversu mikið er þetta dæla þarna niður og sérstaklega þessi efni við erum búin að vera að státa okkur að því að vera bara með íslenska reynustu náttúru hérna í Evrópu, vatni og allt það við erum að fara að eyðileggja þetta það er bara svo leiðis sko, að koma þarna með kísilverksmiðjuna ef fólk nennir ekki hefur ekki skoðað þetta en nú var einna gaurinn sem stóð fyrir sem mann nú ekki nafnið hans Magnús, hann falsaði þetta allt þetta voru allt falsaði pappir á hann og hann sendi umhverfispappira frá Ítalíu minni mig skýrslur og hann stofnaði eitthvað fyrirtæki þar og sendi það eins og það fyrirtæki væri bara rosa gott í þessum málum en síðan komst að þetta var allt hann bara og það var ekki erfiðara fyrir hann að falsa þetta Nei. og síðan var þetta bara drulla og kveikt hann á opnunum og það voru allir bara táruðust allir hana í umhverfinu sko þetta var svo mikið skítur sem var að koma að þessu Þetta var algjör fíaskó sko ég held að þetta sé verra sem við erum að gera núna af því að þú ert búin að dæla þessu njörunum við getum alltaf bara, stopp með þessu vesmu þá mengur hún ekki meira þetta er komið onni í jörðina við getum ekki tekið þetta tilbaka út frá því Nei. þetta er, mér finnst þetta hræðilegt sko Þetta er meira svona sketchy business sko það er eitthvað viðbjóður og hverjum var mútað í þetta það getur ekki annan verið til að selja Ísland, þú veist bara að selja sálina þarna, sko. Já. Þú hlýtur að hafa tekið ykkur mútið fyrir. Ég held að svona viðskipti gerist ekki, ég skal taka þessa drullu og hendina allri núna í jörðinu á Íslandi, sko,
og ég skal reyna að fela það fyrir almenningi því að nú það komið upp á yfirborðið að Hafnarfjarðarbær var alveg inni í þessu löngu áður en opinberuðu þetta og ætlaði að reyna að fela þetta svolítið fyrir fólki þetta verkefni að koma á stað og það hlýtur að mér finnst, af hverju erum við svona slök við Íslendingar, af hverju leiðum við þessu að gerast? Ég veit að maður, þetta samt alveg ótrúlega sko, við erum alltaf svona sko. Við erum alltaf slök, við látum alveg vaða yfir okkur meðan að aðra þjóðir, sérstaklega spillinguna það er kannski smá spilling þar og það trillist allt, bara ansögn eitthvað sem gerist alveg helmingi verri hlutur hérna og blöðin sína fram á er fólk að lesa þetta, er það eitthvað þú veist, nú var mest lesna fréttin á MBL daginn, hann var ég man aldrei þessi nöfn sko, það bara prentist ekki inn í heiluna með þér þetta er ekki Áslaugu eitthvað sem hann hún var að kaupa sér nýja jakka og mest lesna fréttin sko, Carbfix á að vera þarna það á að vera mest lesna fréttin það er það sem skiptir mestu máli, ekki hvað jakka hún var að kaupa en við erum svo rosalega einföld það bara, ég held að sko íslenska þjóðin á svo dagana bara hún er með svo mikið skammtíma minni það er ekki myndi og það er eina sko það er ekkert langtíma minni lengur það er bara manns bara eitthvað svona smástund þú búin að gleyma því sko. það er svolítið þannig sko manni finnst það sko en fókusin er líka bara eins og sýndi með þessar fyrir fókusin er á vitlausu stöðum við erum að fókusa á jakka í stæðan fyrir að vera að fókusa á þetta eða pólitíksmál eða viðskiptimál eða eitthvað svona sem spillingin er sko en nennum ekki pæli en síðan eins og einn vinur minn sagði að við erum bara svolítið bara dúmt, sem við segjum að góður í íslensku að því að allt gáða á fólkið flutti hérna í hruninu við bættum fyrir það með því að fá fullt af útlendingum eins og ég held að pólverðin sem komin í 40.000 örugglega meira núna og þess vegna þessu mikið allt í unum fóru því að við vorum ungir það var nú 240.000 mann sína og við erum 340 núna eða eitthvað og skræðar undan held ég og þarna það er mikið bara innflutt en erum við bara verkamenn? Er það bara maður spyr sig sko já, nennum ekki pælininu og bara það er þessi flestir eru bara á undirmeðenduninu og keyra bara í gegnum þetta nákvæmlega en hvað finnst þér Bill Gates? Ég hef alltaf fílað Bill Gates maður ég skil ekki þetta þing með fólk á mótunum alltaf það er enda rosalegt sem að gera í Afríku varstu búin að sjá það það geldi eitthvað 10.000 manns þarna ekki það Pfizer og Bill Gates þarna fengu ég held að vera hæsta sekt sem hefur nokkuð tíma verið gefin á fyrirtæki ever fyrir þetta það voru bara að nota ykkur Afríkubúa ég held að hvort það er að gert þetta með bóluefnum og síðan bara komist allir að það voru allir getalausir eða ófrjóðir hana er þetta það sem koma skell með bóluefnum voru bara svona depopulation bara já ég er enda pælið því sko erum við með mikið af COVID-inu núna sem lit bólist þetta sig, er það getalaust? Það er aldrei getalausir. Já, var þetta bara þannig, til að fakka í okkur? Maður veit það ekki. Nei, ég er svo gaman að þessu samsæðiskenningum. Það er bara að dýrka það, sko. Geturðu aðtöða eitt af því? Þannig að, já, ertu að tjekka Afríku? Ég er að bara tjekka á þessu, sko. Já. Það er engin sönnun, segja eina sem ég segja hérna, sko. Engin sönnun? Það var ekki með Pfizer, að því er sektin sem Pfizer fekk. Þannig með það sem við vorum að grúska í Afríku það var gigatísk sekt sko. en ég held að ekkert fyrirtæki að veri fengið jafn mikið að sektum á sig að háum upp á þeim á Pfizer það varst mér ótrúlega með þetta Pfizer þeir hafa fengið sektir fyrir að eiga við rannsóknargögn lyf og alls konar svona niðurstöður sem hafa komið frá rannsóknum falsa það og fengið síðan sektir fyrir það og síðan þeir eru komið bóluefni það var, ég sleppti í en ég bara treysti þeim ekkert veist, þegar maður veit söguna hjá þessu fyrirtæki og AstraZeneca Danirnir þeir bönnuðu það og hvað gerum við? Við bara, við erum með AstraZeneca við erum að kifta af dönum af okkur ódýr efni og fyrir að sprauta Íslendingi með því sko. bara já, vel gert Íslenska ríkið, það er búið að banna þetta efni í Danmörku og við erum hérna sprautandi gammalmenn með þetta þetta var klikkað tími, COVID er einn rugglaðist tími síðan, við erum búin að sjá tíman að tvenna þetta var mjög rugglað sko, á svo margan hátt sko bilað, sko. Maður er ennþá að segja fólk í dag ég svo bara konu í dag með grímu og gúmíhanska að keyra í dag sko. Maður er ennþá að sjá þetta sko. Já, það er svolítið magna, sérstaklega það sem er búið að sanna gríman var ekkert að gera neitt gagn maður líka segir sér sjálft þetta eru algjöru örverur
og þú ert með op hérna, sikkur megin á grímunni og það var allir, okkur skurðlækna með grímu, þeir eru ekki með svona grímu, þeir eru með alvöru grímu sem leggjast alveg að þér sko. Og þeir eru líka með grímuna svo þeir séu ekki að sýkja einhvern, ekki til þess að þeir fá ekki sýkingu. Það er ekki, svo þeir andi ekki hún í opið sári sko. Það er alvöru grímur, en já, það er búið að sína fram á þessar grímur, það er virkið ekki neitt, það er búið að sanna það. Sér eitthvað þarna, Davíð, þetta? Nei, bara annað en þú veist að það er fengið metsektir fyrir ólöglegar auglýsingar og eitthvað stóti í Bandaríkjunum. Já, það var þetta, þeir voru að eiga við, Pfizer var að eiga við rannsóknunar. Það er alveg, eins og hann sagði, met. Það er löngu fyrir COVID, sko. Já, ég er að segja það, þess vegna treysti ég þeim ekki raskat þegar að COVID kom, því ég vissi af því og það var bara í alvörunni, þeir eru að gleypa við öllu sem þetta fyrirtæki er að gera, því að þetta er bara skjálfest, að þeir eru bara lígarar og bara, hei, hérna, þetta er gott fyrir þig og síðan búið að koma á raunin að það var ekkert gott og þeir luguðu bara. Þetta er bara skamtíma minnið. Já, séum að Johnson & Johnson, það var þeir voru með barnapúður og síðan kom staði, hvað efni var í? Manstu hvað það var, Davíð? Þú sagðir að Já, ég man ekki alveg, það var svakalegt sko. Það var svakalegt sko og það var alveg mjög krabbameinsvaldandi en þeir voru að selja svo mikið af þessu barnapúðri að þeir fengu ykkur að dagsettir á sig eitthvað svoleiðis nema þeir græddu svo miklu meira í dagsettirna þannig að þeir ákveðu að halda áfram að selja það þannig að maður var einhvern veginn bara já, á ég að taka sprautu frá Johnson & Johnson skilur þeir eru bara in it for the money þeir eru skít saman út að fá að krabbamein bara meðan að þeir græða og þetta eru fyrirtækin sem allir voru að hlusta á í COVID og ég bara sletti þessu öllu og endar í fít sko fekk COVID einu sinni, við ekki það þetta var alveg, ég var að veikur en ég vil líka alveg fengið flensur þess að ég orðið svona veikur sko og veikari jafnvel sko og það er bara svo mikill múæsíkur rosalegu sko bara mesti múæsíkur sem ég orðið vitna og ég skilaði alveg vel sko að maður sá myndböndin á netinu sem voru áður en COVID svona skellar á Ísland þá var að sína líkhús sem eru fulla líkum og þú hlýtur að sé þetta allt en maður sá gæðin, maður bara herri þetta er frá einhverju stríðsvæði og þetta er bara Waff-AS hérna gæðin skilur þetta var ekki tekið upp í gær þetta er eitthvað gamalt vídeo það var margt mjög grunnsalett þannig við þetta algjörlega sko og þetta segja það sko já þetta var svo mikið svona áráðsbull sko og síðan kemur þetta upp í Bandaríkjunum og Bandaríkin stórlega ykkt þessu tölur af því að það eru einkareknir spítalar í Bandaríkjunum og því meiri COVID einkenni döðsföll voru á spítalanum því meiri styrk fekstu frá ríkjunu á spítalægin og nú er það alveg, nú er að kæra spítala út af þessu. Þetta kom allt í ljós sko, það var gott dæmi, það var hérna strákur hérna búin að ferðast mikið til Flórida síðustu 20 árin á mikið af góðum vinuðar og hérna sem sagt vinkona mín þekkti til einhvers og hvort hann hafði misst son sinn eða kærastinn, ég man ekki hvort það var í mótjóraslýsi, en það var skráð sem COVID-dauði vegna þess að hann var með bara einhver kvefeinkenni sko, en það var nóg til þess að geta skráð hans sem COVID-sjúkling og þannig að það mátti skráð hann er dáið út af COVID en hann dói í mótjóraslýsi. Gerður rosalega mikið af þessu, af því að bara allt um peningana, fengur svo mikið peningana að vera að kæra, ríkið er núna að kæra einhver enga spítalaðan í Bandaríkjunum út af þessu en við fáum þetta þessu tölur hérna og við bara oh my god og hræðslur að kemur, síðan komu þetta blaðamenn og blaðamenn eru bara blaðamenn þeir þurfa að selja fréttinar og hvað gera þeir? Yes, það eru allir bara, ef það kemur COVID það eru bara, þú veist 10.000 kliks á fyrsta deginu meðan aðra fréttir eru kannski að fá bara nokkuð þúsund sko. Þannig að auðvitað bara eru þeir að toppa hvern annan í hræðsluáróðurum þannig að við fáum þetta og erum auðvitað bara skítrætt en síðan fólkið og þetta var nasismin sko, það var fólki sem var, að ég tek þetta tíminn að ég vildi ekki bólusetja mig þá þið eru bara hætti bara að henda ykkur út í Surtsey og þið eru bara að drepa ykkur og maður var að hugsa drepa ykkur, þið eru bólusett það er búið bólusett ykkur, hvernig get ég verið að drepa ykkur ef ég er óbólusettur skilur og síðan komum þetta laggina að allir bólusettur voru að smitast áttur ekki að smitast fyrst, það voru 96 eða 98% já, þeir komum alltaf með líin eftir líin og síðan lækkuðu þetta alltaf og lækkuðu sko og maður bara á hvaða tímapunkti ætlið að hugsa að vera að ljúga að mér nú er ég honum pirraður, þá var alltaf bara er þetta ekki 90, að lækka meira get ég núna smitast en ég verð ekki eins veikur og síðan bara fyllt að liða deyja sem var bólusett sko og maður bara, býtum við átti bólusett að liði, það átti að sleppa við að deyja og víst,
af hverju eru þið ekki brjálið að búið að ljúga eitthvað frá byrjun og ennþá daginn í dag er engin pirraður ég skildi Skamtíma minnið þetta er ótrúlegt sko. það er bara málið sko þetta var rosalegt að upplifa þetta en maður áttaði á því svona hvernig nasismi hefur komist áfram að bara allir bara annarkvæmt þetta með ekki bara og eins og hann annarkvæmt þetta bólusettur ekki helvítið og örgulega fullt af liði sem bara oh my god sem voru eins og móður minn hún ætlaði ekki bólusetja sig en hún þurfti að ferðast til Bandaríkjanna og þú gast það ekkert hún þurfti bara að bólusetja sig það var svo lengi þar sko og margir sem ég þekki sem vildi ekki láta bólusetja sig að því að bara út af þessu öllu bulli sem við vorum að tala en út af vinnunni þú gast ekki mætti vinnuna og þessu voru bólusettur það varst bara tilneittur í þetta það er rosalega rám það er það sko þetta var bara rosalegu tími sko rosalegu tími sko og það er allir einhvern veginn að vilja allir setja þetta í baksýnisspegilinn vilja ekki, ég held að fólk vilja bara ekki eins og muni eftir þessu lengur það er skrýtnað sko og síðan líka Pfizer og ég veit ekki örugglega hinn fyrirtækjan líka sko ég veit ekki hvort þú getur séð þetta við en þeir gerðu samning ef ríkisstjórnin kaupir bólusetningarefni af Pfizer þá geta það ekki síðan lögsótt Pfizer fyrir bólusetningarefni undirrituðu þannig samning en það var, Addi var að segja það var Colorado eða eitthvað, það er eitt fylki í Bandaríkjunum núna sem fann eitthvað loophole og er að kæra Pfizer þannig að aðtöða þetta hvort það máli komið og tjekka á því en þetta er samt rugglar mjög sko það er bara strax þar átt að vera bara býtum við, getum við ekki lögsátt hvað er það að reyna að fella fyrir okkur akkurat það eru vafasamt strax þar sko mjög sko spurning hvort að hinn hafi gert það líka en talandi sprautur maður hvað er þetta, Wegovy, ætla ég að segja þetta rétt veistu hvað það er? Nei við erum honum svo rosalega vön pillum að pilla við öllu og sprautur við öllu það er þyngdar pillan sem er að koma í staðin fyrir Ozempic nú er það ég held hann er blað sko ég held að nú komið eitthvað nýtt sko allir geta þetta Ozempic sko til þess að já það tabla sem er nú enn eitt bullið sko þetta er ekki einu svona líf sem er framlega til þess að tapi þyngd sko þú veist þetta er bara svo skemmtilega heimskaði kringmynd allt saman og hitt ekki heldur sko en þau nýtast um það sko algjört alla sko placebo eða eitthvað ekki einu svona placebo sko það er bara þú veist þetta er bara auka verkefni skilur við sko ég sá nú læknir verið að tala um þetta núna að það er ekki komin inn rannsókn á þessa Wegovy, ég veit ekki, ég ber þetta rétt fram Wegovy sprautu og fólk er að sprauta sig núna og hún er að springa út, það er allir að kaupa þetta og það er engin almennileg langtíma rannsókn komin þess að nýbyrjað spjáðið hvað við erum orðin klikkuð við erum bara eitthvað, sko, við kannski getum ekki sagt neitt því að maður bara úr hvaða rassi kom þetta maður bara skiptir ekki máli þannig að það er kannski svolítið hræstlega fyrir okkur að sitja hérna og segja þetta sko en þetta er samt sko maður sprauta aldrei neinu inn í líkamann sinn og vera að sprauta einhverju efni sem á að taka bara, okkur fær fólk sér bara ekki gömlu góðu leiðina bara að retta sér amfetamíni eða fer bara gimmið það er þetta best eða bara fá sér Johnson baby powder með asbestos eða asbest það var asbest, spöði því asbest í þessu baby powder, takk Davíð the good stuff og þeir fengu dagsetning asbest og þetta er Johnson og þetta er fyrirtæki, þeir fá þessa dagsettir eða halda áfram að selja og að þetta er sjúklega krabbameinsi valdandi efni og þeir bara svona, hei, býtum nú við við getum haldið áfram að selja þetta að því að gróðin er meiri en það sem verið að sagt okkur og þeir gerðu það og síðan með Johnson hei, COVID, við erum hérna bóluefni fyrir okkur og okkur var enginn bara, fuck ykkur því þarna fucking barna krabbameinsi valdandi ógeðin ykkar, skilur þetta er alveg stór merkilegt við erum svo skamtíma minnið allir fólk aflir sér einhverju upplýsingar ég eina ástæði fyrir að ég veit þetta er að því ég á svo mikið af fólki sem er bara, þau liggi yfir öllu og segja mér alltaf þessu hluti og mér er svo gaman að heyra þessu hluti og ég er svo vitlaus að ég myndi aldrei hafa þessu upplýsingar ég er með svona snillíka eins og Davíð og svona sem segja mér og þig sem að kenna mér á tölvur og eitthvað sko. það er bara, ég er heppinn með það að gera en flestir eru örugglega bara ekkit það heppnir að hafa svona meistaraði kringu sig sem geta bara
miðla upplýsingum sem alvöru upplýsingar. Það Davíð, væri til að tjekka einu fyrir mig samt. Ég raka augun í það samt á netinu. Bill Gates, hann núna með eitthvað fyrirtæki, hann með endalist fyrirtæki, og en að fara að reyna að stjórna veðrinu. Það er langt síðan alltaf að gera þetta. Nú varstu búin að sjá og þetta var ekki til að stjórna veðrinu, þetta var til að koma í veg fyrir storma, það þeir myndu koma á landi. Með því að búa til minnistorma. Já, rauninni það er langt síðan hann byrjaði á þessu verkefni. Já, okay. Þetta gamalt Ég sá þetta bara fyrst í dag. Þetta gamalt þá voru þeir að rannsaka hvernig þeir gætu stjórna veðrinu þannig að og komið fyrir í veg fyrir svona tropical storms og eins og að búa að herja á Florida og North Carolina svona, þeir eru að reyna að stoppa það. Já. Þetta er mjög gamalt verkefni. Ég var eitthvað að lýsa þetta, hann þetta var, hann með 10-12 skip og tekur kaldasjóun í dýftina það sem kaldasjóun neðan þegar sólargeislarnir ná ekki niður, dælir einhvern veginn upp í himikólu, ég var ekki alveg að skilja þetta og myndar þannig svona litla storma sem gera það verkum að þessi stóru verða þá ekki. Það er mjög langt síðan að hann byrjaði að pæla í þessu hvort það væri eitthvað hægt að gera til þess að koma veg fyrir svona offshore storma. Þetta er bara mjög positív. Það getur hann búin að pröfa þetta eitthvað? Sér nú bara eins og hvað er að gera í Dubai og Saudi-Arabíu. Það fór nú allt á flott þar þeir eru búið til skíin. Búið til rigningu. Já, það var bara slys, þeir eru andri að gera þetta Þeir eru búin að gera þetta lengi þeir bara fóru aðeins fram á sér. Já, það fór alltaf flott. Skrýtaði sig að allir þessi Lamborghini, þessi superbílar, rándurustu bílar sem eru byggðir, allir þarna fljótandi. Þeir eru búin að gera þetta lengi Tryggingafélagi hefði frá hausinn hana. Það er stór reikningum maður. Það er rosa, en ég minna að tryggingafélagi getur bóttið gert kröfu á sátan sem á þetta. Já. Ef það er sáti, ég veit ekki hver eigi þetta, en þeir eru eiga örugglega pening til að borga þetta. Já, grunar það. Þetta er gríðalegu peningur vinur minni, hann kemur nú fljótlega í viðtalið okkur segi ég alltaf viðtalið, þetta er bara spjallið það er mjög skemmtilega, hann ennir ekki viðtalið en hann ætlar að koma og að segja að hann fór með Hafþóri sterkast maður heims þeir skutist í Dubai og hann ætlar að koma og segja okkur frá þeirri fyrir hann sagði þetta er rosalega þetta var bara rugglað, já líka að því að hann var með sterkastu mann heims og hann er svo stór Hafþór og þeir voru allir bara oh my god, það er þú, þekkt hann allir þannig að það var bara gott að borða það og svo góð auðlýsing fyrir staðinn og síðan er margt annað ég ætla ekki að segja mikið ég var matjánum daginn og þetta er rugglaði bær það er allt í gangi þarna en við erum komið ertu búin að sjá eitthvað með þetta? Það er allt og mikið varandi republikana ásakandi fólki að búa til hennan helvítis kröfubil. Þessar samsæriskenningunar betur hvað, þeir eru að reyna að taka Trump kjósendur út. Það var ekki að því þetta er rautt fylki þá gerðu þeir hennar kröfubil Milton kröfubilinn. Það er bara ekkert annað hægt en að elska svona dellu ég dýrka þetta, ég elska að lesa þetta já hei, við búum til Milton og sendum hann og stútum þessu fylki og veist bara, já, þetta er ekki fyrsta sinn sem það kemur kurvbílur hann er sögu af þessu já, það er alveg vannig, þetta er búið í gangi 100 á gatna og skammur gá en voru ekki 10 mann sem dóða þarna? Jú, í Milton, það var undan einhver 300-400 sem fór í þessu sem fór í North Carolina, svo Florida, Helen hann var mjög slæmur Já, ég held að það veri bara 10 núna en spáði svona en ég er með fréttir frá 2009 bara Hurricane Calming Tech Bill Gates has a plan þetta er ekki beint nýtt þetta er mjög gamalt ég held mér ég heyrði þetta fyrst bara í kringum 2000 þegar hann var að byrja að pæla í hvort það væri ekki hægt að gera eitthvað ég held að segja að búið lokið þessu fyrirtæki Nú er það? Já, einhverju tímapunkti var eins og planið var að henda hérna ryki út í himinin það hljómar ekki vel til að svo sólarljósi geti ekki hita upp eins mikið Var það alvöru? Já, þeir voru með alls konar pælingar hvað verða hægt að gera Já, en það var ekkert sem þeir gerðu beint ég meina það virkar alveg, ég meina það er bara eins og Elgos og Íslandi hefur hendlingu ryki í heiminin og kælt alltaf Evrópu Já, eins og var ekki Lagagíjar Jú, það var móðuharendin Já, móðuharendin, það bara settu bara var ekki, hvað var það langu vitur? Ég mani hvað var
Dó held ég 500.000 manns í það heila sko út af þessu. Já, dó fólk út allan heim út af þessu, Settu bara uppskerur bara, var ekkert sólarljós. uppskerur tap alveg gjörsamlega og eitthvað, það var svakal sko. Já, Merkileg saga sko. Já, það var ekki 80% eitthvað búfeinaðinu dó í Íslandi eitthvað. Það var eitthvað ruggla sko. Sér það þessi litli klettur í þess við ballarhæfur, rekur smá viðmaður og það bara fokkast allir Evrópu upp, skilur. Já, þetta er sko, og það er óhugnulegt núna þegar eldfyllin byrja hérna eldgósið og að þetta er á Reykjanesskaganum og þetta er tengt inn í aðrar stöðvar, eldstöðvar og getur þetta verið keðjuverkandi og veist, Bláfjöll og allt byrja að kjósa það getur nefnilega að starta því það erum við bara í vondum málum og fólk virðist ekki gera sér grein fyrir sig en þú þarft bara að fara hérna upp í Mosó og þá sérðu bara hraunið inn í Hafnarfirði fyrir ekki það og veist, inn í sjálfum bænum þar er hraun, inn í Hafnarfirði á milli húsa oft þá er svona smá svæði það sem var að kalla álfasteinar eða eitthvað voru ekki fjallaðir og þess vegna fengur að vera svæðið en þú sérðu það er gamalt hraunana og sérna bara móti álfurinu til dæmis að það sko að þú veist lengst innland þetta er kapelli hraun sko allt hraunana þetta er bara hraun bara þú keyrir frá Keflavíkurvöllinum ég höfður bara að segja hraun og veist, þetta getur gerst þetta getur allt farið á stað núna og við bara sósast allt annað í rauninni sko maður veit ekkert sko nei, þetta er óhugnalegt þetta er sketchy stuff þetta er sketchy stuff sko ég er á fínum staði hérna ég er einhvers staðar upp á einhverju hæð ég er kannski eftir að kapna á sótinu en lokaði bara gluggan já, ég gerir það maður sko. skrú upp í opnunum en þeir virka ennþá ég veit það ekki en ég ætla ef ekki bara, viltu bæta einhverju við spjallið? Ég, svo sem ekkert sko þú er heldur gott já, viltu henda einhverju? Við getum bara gert part 2 bara það er svo mikið sem við getum talað sko. Já, gert það hérna söngleikrið gert það hérna söng part 2, já, eins og Jókarinn Þurfum við að tala um það? Við þurfum að kíkja á þessu myndi eiginlega Nei, þið allavega ekki eða peningum í það Ég bara þannig geti sótt þetta á einhverju torrenti eða eitthvað, sko. Ekki eða peningum í það Þetta er samt stórkostlegt og þú ert alveg 100% eftir að koma þarna aftur einum minn það er mjög gaman við sjáum það alveg sko að við erum bara að tala í hvað langur tíma og við erum alveg að það er nóg eftir hjá okkur sko. það er nóg eftir sko. klukkutíma og 45 sko, það er fyrir tími nóg eftir, við erum alveg 1 dag á 45 eftir sko já, það er síðar tímar eitthvað svo leið sko. við ætlum að tala með hlutina en við gerum það næst við getum alveg vel bætt í sko já, það er líka nú bara hrista svo upp í minniskupnum sko já. nú fer eitthvað að koma sko. það er ekki nú koma juicy stöfi þú ætlar að minna mig á einhverja sögur hérna ef mitt setna með þér ég er bara búin að gleyma þessu öllu já, við erum að fara að henda einhver í upprýðin já, við komum alltaf með smá við erum alltaf búin að koma með eitthvað áðanina sem ég er þegar búin að gleyma takk fyrir þetta og gangi ég vel í pílunni takk fyrir það